spurning, are you ready now? Klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 18. Ekki ágúst, 18. mars og FM 95 Blöður hafið göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínusæti og beint á móti mér sitja tveir hressir. Annar fyrirliði þáttarins og heitir Egill Einarsson. Egill, hvað erstu? Ég hef bara ekki verið betri. Mikið óbúslega gott að heyra það. Bara eins og nýr. Já, beint á mótunum situr þriðji markaðasti leikmaður þáttarins, Steindi Junior. Hvað erstu? Já, býta okkur þriðji markaðasti leikmaður. Þú ert bara búin að vera að skora lítið upp á síkastið. Ég skil ekki. Nei, ég er bara bull eitthvað. Basically, hvað ertu? Fólk að tala út í bæ, þetta sé svo leiðilegt hjá þér. Hvað? Þetta, fótbolta dæmi alltaf. Hvað hefur enginn sagt Ég er alltaf að fá að segja, hvað finnst þetta ekki leiðilegt? Stendur og þreyttur á sig, það er bara hann. Þó sérst ekki fyrirlið þáttanins, þá getur ekki verið fúll yfir því. Ég neitaði bandinu. Nei, þér var aldrei búið. Það var í búið þegar Egill skrópaði einhverja 6 þættir. Nei, það fluttið til Tenerife í 7 mánuði. Þú ert samt varafyrirlið. Já, I'll take it. En ég er fyllandi góður og flóti fín. Það gott að heyra. Því að sko, málið að hlustendur þurfa nú að fá sannleikann beint í æð. Já, við ljóðum ekki hlustendum. Við erum uppteknir. Já, það ekki föstudagur hjá okkur núna því að við erum á leiðinni til New York og AC á morgun í vinnuferð að taka upp blökastið. Já, þannig að við erum basically, þegar þessi þáttur tekinu upp, við erum að fara í flug núna bara eftir, við erum að fara í flug á morgun. Já. Sko, þegar þetta í The Radio klukkan 4 á föstudaginn, þá klukkan 12:03 á hádegi í New York. Já. Ég er bara að skoða þetta en akkurat. Já, þegar hún 3 mínútur yfir núna, minnur þú? Já. Þú veist, skilju, við erum 3 mínútur yfir 4, þá klukkan 3 mínútur yfir 12 í New York. Já, byrju, erum við í flugvélinni núna? Nei, við erum að fara út í Wetlands á leiðinni Limmu. Já. Það 50 dagar á morgun. Við erum basically núna í Limmu á leiðinni frá New York til að þetta hljómar eins og þetta sé rosalega flott. Þetta algjörlega, þið verður bara líka að vera að heyra það. Þetta hræðilegt sko. Limman frá 82 sem alltaf pöntu. Nei, endar við tókum luxury Limmu nú. Það? Já, ég sagði að Húgimenn og kongur í dag sko, þetta ekki sami Húgimenn og fyrir 12 ára síðan sko. Limman hefur alltaf verið eitthvað sem þarf ekkert endilega að vera að auglýsa hérna. Já, það álur Limma sko. Já, bara segja við séum á ferðinni yfir. Það sjampan í Limmunni. Jú, það sem við erum að gera okkur núna. Við erum núna leiðin yfir í Limmu sem fyrir beint og töfum peningi í the casino. Sko, þetta eru þrír trúðar og bara sveitalúða frá Söðagróki sem eru þarna, þannig að það drekkur engin kampaðinn til að byrja með. Eitt og eitt glas. Ekki, maður þambar aldrei 1 og 1. Nei, en ok, ég er alltaf engin kampaðins maður og kannski eitthvað sem maður þarf að breyta. En það ég nefnilega hef alltaf verið svolítið hrifinn af þessum munið eftir Suzuki-limunu sem við fengum, sem var bara eins og svona teigður Suzuki Jimmy. Það ljótasti bíl sem ég sé. Ég einhvern veginn, mér finnst við heima í svona, af því að ef þetta orðið eitthvað flottu bíl, þá grínið svolítið að deyja. Það ekki flott. Þetta grín löngu búið sko. Við erum bara faran 12 sinnum sko. Þetta ekkert lengur eitthvað grín sko. Það bara mjög von. Það gul lægð á morgun og ég ætla að vonast eftir því að væri þið bara ekkert flogið. Þá kemst ekki út. Hann sagði bara win-win að það verði ekki flogið, þá þurfum við ekki að fara til alltaf. Ég er svo spennt. Ég er náttúrulega líka bara spenntur að fara til New York. Við verðum þar og gistum. Við verðum það í 4 klukktíma sko. Já, bara vonandi ekki. Maður er alltaf að sjá okkur á fréttir. Þú veist, í meðlum, öllu flugi aflýst út okkur storm. Það stormur á morgun. Það ekkit óhugsandi, ég von ekki. Nei, guð mig góður. Vonandi að fara í fríið. Já, sko, þetta náttúrulega ekki frí, þetta vinnuferð. Þú sé ekki allir sammála því í kringum hann. Já, sko, að mínum að þetta bara algjörlega bara hreinræktu vinnuferð. Við vorum búin að lofa hlustendum blökkastins að vera með einn AC þátt og við erum að fara að taka út með okkur græjur, tökum 2 auka síma og mæka og ætlum að vera með þátt frá AC. Já, en það ekki eina sem ætlum að gera. Ástæðan fyrir þetta vinnuferð. Þetta ekki bara, þú veist, við erum ekki að fara að vakna á laugardeginum og taka upp þátt. Nei. Vinnuferðin felst í því að við erum alltaf að fara að vera með síma á lofti. Ég heyrði einhvers staðar þetta væri fyllirísferð með viniðinum en ekki vinnuferðin. Nei, þetta vinnuferð sko. Þetta er vinnuferð og málega við ætlum alltaf að vera að taka upp efni því að við erum ekki bara við ætlum ekki bara að vera með þáttin, við ætlum ekki bara að vera með AC þátt, við ætlum að vera með vídeódag, við ætlum að sína borgina hvernig hún hvernig inn í kasinónu, hvernig á bordokkinu, hvernig í outletunum. Líka sína þess frá New York, við erum þar líka. Hvernig verður í Limmunni? Við erum þar alltaf í smástund. Já, ég er svo spennt. Við erum þar sko
Það er Í eitthvað svona 1-2 klukkutíma Já, Nei, Þú veist, við lendum hann að glönd 9 á 7 og 10 förum daginn eftir í hátinn, við erum í hálfa sólun. Já, við lendum 7 Já, Það við var erum- bara på hótel og allt þetta Það var sofandi mest út án meðutund Það var í 10 klukkutíma Það er svo skrítið að vera að fara til bestu borg og sko, New York er uppáhaldsborgin í heiminum. Hún er staðfest. besta borgin sko. Þetta er eina borgina sem ég nenni að vera túristi saman hvernig hún að koma að ná, fara að skoða allt og bara í dyrka þessa borg. Það er svo skrítið að fara að fljúa þangað, hvað er þetta, 5,5 tími, 6 tímar í flugi, bara til þess að fara þann á einhvern vestastað í Í Bandaríkjunum. 12. skipti Í 4 tíma ferð sko. Ég bara næs ekki. Nei, máli er það Nei. sko Við eigum eiginlega, þetta ætti að vera akkurat öfugt. Við ættum að vera 3 dagar í New York og 1 dag í Hellhole. Já, þegar maður Já, hefur ef sagt þetta er gamblingferð sko þegar maður hefur sagt fólki sem, já, þú getur þess að gamla út allan heim sko. Já, en er það hægt í New York? Já, Já, ég veit ekki hvort ég er open casino. en þú veist, ég held þú getur ekki fundið land þú getur ekki bara gamla, þú getur alltaf að fara inn í kasino og gamla, það er bara mjög skemmtilegt það er stemningur, það er skemmtilegast að gamla bara í Vegas. Já, en Það er allir hressir. munurinn samt á þessu er samt að í gamla dag, þegar við vorum alltaf að fara til AC, þá var þetta svo mikil gamblingferð. Það er ekkert núna ef við erum alveg hreinskinnir og við ljúum ekki að hlustundum. Ég myndi segja að gambli í þessum ferðum sé búið að minnka svona 50%. Af því að þú gast alltaf náð mönnum að borðinu bara til þess að fara út að borða. Nei, núna erum við sko, við erum farnir að fara út að borða og við erum farnir við ætlum að spila miklu minna. Já, við ætlum að tjela nú. En þú veist, borgin er náttúrulega þannig að þú getur ekki farið út af hótelinu. Nei, Þú veist, þú fer bara inn á Þá ertu kasino. komin í eitthvað zombie. Já, þú veist, þú fer bara inn á hótel og svo ertu bara með allt þar. Þú veist, það eru Hótel er alveg flott barir og og svona. það eru veitingastar. Þú þarft ekkert heldur að fara neitt, sko. Reality hits Nema í þú ákveðinu. ferði í leigubílana sem eru allir teipaðir saman. Já, já. Það Við er erum ekkert að fara í þá versta bílferð æðið minna þegar við fórum að fluga til síðast. Hvernig datt ykkur hugsand að fara í leigubíl og flugvél? En ekki hvað? Bara bóka bíl Pikkar ykkur upp Já, bara bóka bíl. Bóka bíl, hver ertu? Hvað gerir Þess þú að núna er bara bíl sem sækir okkur Þú ert að panta leigubíl, þá ert að bóka bíl. Já, nei, þú veist, Mér líður stundum bara eins og Situr Bruce ekki- Wayne eða eitthvað. Situr ekki í leigubíl í 90 mínútur frá Atlantic City upp til New York sko. Ég myndi ekki vilja fara allavega í sama leigubíl og síðast. Nei, Nei, Það var hræðilegt. Hljóman er svo okkur moldið það er sem að leika ykkur að því að vera með sem mest ógeð á leiðin heim Já, Það, sko. það er ekkert verra heldur en að þú ert að taka leigubíl í borg sem að, ok, jú, við erum kannski byrjað að þekkja nákvæmlega en Ekki borgina, Nei, ekki bara en hótel. þegar leigubílstjóni, ég var svo þunnur og lítill límur á leiðinu heim síðast, ég ætla að passa mig að vera ekki þann aftur ég ætla að fara að rólega í drikkina að þegar leigubílstjórin spyr hvernig fer ég á flugvöll sko, við vorum bara svona, hvað meinar þú? Sko, Já, þetta er sko. 2 klukkutímar og 20 mínútur Hann vissi ekki einu sinni Þarna leigubílinn Já, hann fattaði ekki einu sinni að setja þetta inn í Google Maps Hvernig ég skil einhvern veginn datt í huga Það er leigubílinn sem verður sko, leigubílinn sem ég tók segast við splittumst í tveið, við fórum með sirkut bílblöð sko. Já. Þá okkar bílstjóri, hann var, ég er 100% á því að hann var ekki með bílpróf Hann var ekki með bílpróf, hann var bara nýr in town og hann hefur bara fengið þarna vinnu og bara, ég veit ekki hvað við gerst þetta en allavega, hann keyrði okkur þarna hann fór í gegn, keyrði frá með öllum tollahliðum það eru svona 6 tollahlið á leiðinu á flugvöll Það stoppaði hann aldrei hann stoppaði aldrei, borgaði aldrei og var alltaf goddammit maður, bara hérna tollahlið maður bara svona, já, hvað, þú veist, hann getur ekki græja þetta sko, hann fær bara fáránlega sekt þú veist, þessi ferði fyrir honum hefur kostað mörg 100.000 sko, þeir eru grimmir í sektunum og hann, svo fer hann bara að keyra okkur allavega upp á flugvöll þá spyr hann mig mitt bara, hérna, hvernig kemst ég tilbaka og getur þú sett þetta líka inn í mapsi Já, það er ótrúlegt að vera með leigubílstjóri sem ratar ekki að flugvöll já, sko, Ég hann held að átti það alltaf ekki tilbaka ætti að vera helviti algengt hann keyrði illa og þú veist, og hurðin var Og hálfopin grennandi rigning líka Já, rólega. Þið lendið ekki í þessu aftur Því ég hef aldrei farið ef að transportation hefði ekki verið klárt á leiðinu upp á flugvöll af hótelinu Þannig að þú varst yfir Þannig transportation að húki mér er múin að græja það Ertu búin að græja sem þetta að fara í bíl tilbaka líka? Við erum bara pikkaður upp á hótel Labbar hann í bíl og kerður bara út Ekki að fara í leigubíl Nei, það er góð sín. COVID núna Já, þá máttu ekki fara út 2 mínútur fyrir ferð Þú verður að vera heima Hvað er kvefaður? Já. Augun er líka volað þrútin og rauð Herru, ég er að kvefast upp núna Ég er að fá ánæmisvið Hvað er ég að gera þetta? Ég er að drekka hérna orkudrykk Og hvað er í kringum mig? En sko þó að við sem að taka Þetta pennaveski, hvað er þetta pennaveski? Þetta pennaðski við verið í mörg ár Þetta er ekki með ofnæðum fyrir þessu penna sko. Nei, ég get lofaði því. Eru krakkar þetta líka á daginn? eða? Hvað er málið? En það er hérna
Sko, við erum samt búin að taka daginn í dag eins og við gerum alltaf fyrir föstudagsþættina. Við erum í gír, við fengum okkur 2 léttöl 2,5% túborg á hann þannig að það alveg nettu föstudagsgýr í okkur. Við erum að leiða út. Þannig að þátturinn ætti ekkert að vera eitthvað mikið öðruvísi. Undirbúningur var nákvæmlega eins. Við erum komin í gýri, við erum að fara á morgun á Logsins bar í cold refreshing beverage. En við hugsaum líka bara að our listeners áttu skilið góðan þátt en ekki best of þó að við varum að fara út. Nei, í bullandi vinnuferð. Við viljum helst alltaf vera með þátt sko, þú veist. En ég er sammáladrengir, það er bara, ég er eiginlega í betri gýr en vanlega sko. Já, það er bara, það er hundur í okkur. Nei, þá er hundur vond. Sem er samt skrítið því að hundar eru geggjaðar. Já, það er ekki bara einhver svona búki í blöðurum. Jó, með 2 bullandi búki. 2 léttöl og herru, svo er talandi blöðkastið. Við vorum með aftur með daginn bucketlistan. Það eru margir búin að senda mér að ég fara á skíði fyrir eitthvað snjóbreiði. Já, ég ætla að fara að læra á þetta og þá er léttara fyrir mig að læra á skíði. Já, og að bretti sé hans erfiðara af því að það er á bucketlistanum mínum að fara í skíðaferð. Byrja á skíði. Já, er það ekki, ég meina þú veist, er þetta ekki eitthvað sem er bara common knowledge? Erum við ekki allir að fara á skíði? En hvað eina sem ég fór að hugsa ef ég ætla að reyna að uppfylla þennan bucketlistan minn, hvað er næsta skrefið hjá mér? Ég er ekki að fara að kaupa skíði og galla og eitthvað og svo fer ég aldrei á þetta. Jú, það er hægt. Byrjar maður ekki að leigja þetta? Nei, það er hægt að fara að kaupa skíði á svona outlet útsölu hérna. Man ekki hvað það heitir. Það var einhver sem get ég ekki farið bara upp í Bláfjöll og leigt með skíði og kaupi nótuskíði. Ég bara til hvers að leigja skíði og kaupa nótuskíði. Því að við fer svo aldrei aftur á þetta þannig að ég ekki eiga skíði, þetta tekur pláss. Ég er ekki eins og þú, ég er ekki að safna hlutum minn í bílskúrnum. Nei, ég er náttúrulega það er smá hortir í mér en ef þú fer 2 svar á skíði þú lítur alltaf að gefast allavega 2-3 sensa. Já, ekki nema bara í nennus enga veginn. Ekki one time, þetta er þólimaði. Hvað mennur, þú fær ekki bara skíði og það er ekki gaman. Þetta er ömulegt fyrst, sko. Þú veist að við læra. Ok, þannig að þegar ég fer á skíði núna verður ógeðslega leiðilegt. 100%, og dettandi á rassin og dettandi og gera það fíbl og krakkarnir að hlæja þér og þú veist, þetta er bara ekki blöða í Bláfjöllum í ruglinu. Hvað er ég lengi að ná þessu? Það er, ég veit ekki, 2-3 ár. Nei, að læra á skíði. Hvað heldur að ertu eitthvað rugglaðar, heldur ég 2-3 ára að læra á skíði? Já, það var alveg skellur. Ég meina hvað, ekki nefnum að fara í einhverja tíma. Ég myndi halda svona 2-3 skipta og ég er orðin góður, ekki 2-3 á. Þú fær ekki upp í Bláfjöll, leigir skíði 2 svar og ert bara orðin fínn í Aspen, sko. Bara í fellaferðina og bara Ég hlýt að vera orðin með færi eftir 4 skipti. 4 skipti? Já, ef ég fer og er með kennara og hann er að kenna mér á skíði. Já, þú ert með kennara? Já, þú verður bara ekki að gera það. Ég er ekki sem að setja að fá skíðakennara sko. Þannig ég kannast. Hvernig ósköpunum að læra þetta? Já, þetta sjálfur. Vera með einhvern messi bara sem að kanna þetta. Bara ferða á skíðin og læra á þetta. Þetta er ekki tengiskrift. Þú setur skóna í festingarnar og ítið bara stað. Já, ég þarf ekki að stoppa skíðin. Já, þú lætur alltaf detta þú komin og hratt fyrst. Eins og maður í mannalefti maður var að fara í þessar skíðaferðir í grunnskóla og svona. Þá fór maður á bretti eitthvað, leigði bretti, ég átti ekki bretti. Þá bara leiði að koma hratt. Við treystum mér ekki inn að hraða, þá bara letið mér detta. Er fólk að brjóta sá þessu? Já, margum, út allt, sko. Það var skellur fyrir blöð. Ég nenni því ekki, ég er eitthvað leiðilega að fótbrot. Líka þá brotnar svona gamall, þá græra það ekki vel. Það getur ekki sagt bara svona. Nei, þegar þú veist, ég segi, skilur, við erum allir bara, þú ert fertugur, að þú fótbrotnar illa. You will never dance again, sko. Það er bara staðfest. Þú ert ekki tvítugur. Er ég of gamall til að fara að byrja að læra á þetta? Nei. Þú ert alltaf of gamall til að tvíbrotna og alltaf vera feskur eftir það, sko. Það var mér ráðið, sko. En ég sko, talandi um kennara, þurfum að taka upp, aðtunum með nokkar með Halldóri Helga, sem er náttúrulega bara eitt besti brettakur í heimi. Já, geggjaður. Hann sagði við mig bara á leiðinu upp í fjalli, við bara græjum brettaði og skó eitthvað og ég bara kenni þér. Já. Lélegasti kennari sögunar af því að hann viðurkenndi mér, hann sagði, veist, ég get ekki kennt þér á þetta því að þetta er svo eðlilegt, það er léttara fyrir hann að skíða en að labba. Já. Þannig að hann er að hugsa, já, ok, þú náttúrulega ert ekki með sömu tilfinning og ég í löppunum. Ég bara, nei, auðvitað ekki. Þannig að hann er hræðilegu kennari eins og hann er góður á snjóbretti. Þú ert ekkert að fara að láta atvinnumann á snjóbretti að kenna þér á bretti. Hann var mjög bjartsýnn á leiðinu upp yfir. Hann ætlaði bara að kenna mér á þetta. En svo fattaði hann bara, þetta er basically eins og að vera með golfkennara sem er ógeðslega góður í golfi en fattar ekki hann sem er byrjanda og segir bara, sláðu bara kúlunni 250 metra. Já, gerði þetta bara. Þetta er ekki flókið. Nei, þetta er ekki tengiskipt. Nei, þannig var Halldór. Þannig að ég held að hann mun aldrei taka kennaran á sig eftir hann hættir að keppa. Hann er náttúrulega ekki að keppa, hann er bara svona búið til vídeo. Við þarfum að fara hýr í hún, það er eitt svo skemmtilegasti. Já, hann er geggjaður, sko. Drengir, ég tók mig til og pantaði package upp á hótel. Já, ég ætla að segja mér því. Hvað eru þið í því að panta upp á herbygg? Egil sagði mér, ég var að panta dót
Og ég Mér finnst einhvern veginn allir í kringum með vera Já, þessu en ég, ekki ég bara, hann bara, ég ætla ekki ykkur outlet. Ég bara panta dót. Svo bara kem nenni ég ekki outletin. Ég kem bara upp á hótel og það er bara býðast pakki. Ég er 41 árs, ég hef aldrei keypt eitt á netinu, það er ekki skrítið. Það er nefnilega sama. Ég hugsaði bara, herri, ég ætla að gera þetta líka. Og ég spurði sér, herri, hvað, ég vil ekki að kaupa eitthvað og panta upp á hótel, þú veist, vantar eitthvað? Nei, þú veist, ég vil eitthvað kaupa, ég heldur ekkert eitthvað rétt, þú veist, skilur við? Rétt að stærðir og eitthvað? Nei, þú veist, en ég sagði líka á hana, viltu ekki bara panta eitthvað hérna, vantar krökkunum ekki eitthvað, annars fer ég bara í outletin, sko. En seturðu nájaðasti maður sem ég þekki, seturðu kortið þitt að inn? Já. Ég held að þú myndir aldrei þóra þig. Jú, þetta er Amazon. Já, Þetta er bara risa company. Já, Amazon er ekki að stríða þér með kortið þitt. En hérna, það sem ég gerði, það vantaði raun, þú veist, skilur, ég ætla bara, ég tek outletin og kaupi bara eitthvað að skóa krakkana. Pantar ekki leiðinni hérna grímuna á andlitaður út svovandi? Jú, þú ert að bara að kaupa það. Það er á Amazon. Er það á Amazon? Það er selja mest af þessu þar. Má hann ferðast með þetta heim? Er þetta ekki eitthvað svona Nei, gaskóti? það er góðlega. Býttu, er gasin í þessu? Nei, nú, hvað er ekki, veistu hvað Nei, er þú ert ekki andað í gasi. Hvað er þetta? Er þetta bara hrótu græða? Já, bara, þau kostar eitthvað klink á Amazon, bara Þú köpt ert átt þetta. að kaupa þetta. En akkur aldrei þetta virkir? Þetta virkar. Hæ? Annars væri ekki verið Hvað að held ég selja að þetta. virki? Getur þú Bara að virkar. setja við linka á til? Hérna, ég ætla að panta svona. En hérna, ég pantaði pakka. Já. Og, þú veist ekkert hvað það er. Nei, Ertu ekki forvitinn? Jú, þetta er eitthvað fyrir okkur félagana. Já, ég er að spá í nefnilega að opna hana pakka í blökastunum þáttil þetta sem við tökum upp, sko. Ég ætla að segja með bjóra með hann. Já, ég ætla að peppa fyrir þessu. Ég get alveg sagt þig hvað þetta er. Við langar að segja ykkur hvað þetta er núna. Ég opni þetta Þú ert búin að segja mig hvað þetta er. Já, þetta er sem sagt, ég kefti með svona UFC myndir. Svona UFC myndir. Má hvað ég hitla spöndu. Já, svona, Ok. þú veist, eins og gömlu körfuboltamyndir. Svona trading cards. Já. Ok. Já, nákvæmlega. Bara svona- bara Það er myndir. ekkert meira með það. Og ég borgaði fullt af Hvað, pening eru menn fyrir að safna þessu það? Ég veit ekki meitt mann sem satnar þessu. Nei, sko, máli er, ég held að þetta er valuable, sko. Ok. Heldur það? Já, þetta verður það. Það er mjög lítið magna af þessu framleitt og Akkur vantar ekki bara fleiri Garbage Pail Kids myndir eða eitthvað? það er góð punktur, en máli er að ég, sko, það er kassi eil sem ég pantaði 3 pakka, 3 kassa sem eru með einhverjum 5 pökkum í með 8 myndum í, þú veist, 5 pakkar 8 myndir í hverju Þú veist hvað hann langar að gera? Hann langar að opna pakkana og skoða alltaf í blökastinu. Það taka svona 20 mínútur. Það væri skemmtilegt. En mér dætti Fyrir hvern? En mér dætti að gera svona unboxing, svona aukaþátt Þetta er sem að fá þau gunner eða? Herru, ég get fengið gunner og veistu hvað er inn í þessu líka? Ég get fengið áritaðmynd. Það er áritaðmyndir inn í einhverjum, maður veit ekki í hverju, það er bara Getur þú nefnt 5 UFC bardaðamenn í dag, Egil? Þú vil meina þetta er svo lítið sport. Ég fíl þetta, en þetta er bara ekki það vinsalt. Þú myndir fá árið að mynda einhvern gæja. Það myndi ekki vita hvað þetta er, allavega í Íslandi. Í Amerika? Ég er bara stemningsmáður að peppast upp þegar Steindi er að koma með okkur bett. Já, þetta er alveg gaman. Já, peppast upp þegar UFC er. Það gerir líka. Ég hlakka til að horfa á Gunna á lögadaginn. Ég sendi alltaf En segla á ég nenni að fara að horfa á Steindi að opna eitthvað í UFC. Já, ég peppast mest upp þegar gunner er, sko, ég viðurkenni það. Já, maður peppast ekki upp, maður verður bara vel stressað. Þið veit að við erum að fara að horfa á Gunnar Nelson berjast. Hann er bardaginn, sko, meinkartið byrjar 8 á íslensku tíma. Hann er klukkan 9. Hann er bardaginn nummið 3. Þannig að hann er að lappa í hringin. Ég myndi vera allavega við sjónvarpið 20:09. 29. Ég myndi vera, já, ég myndi gera það, sko. Ég held að muna það 5 tíma, muna bara 4. Það var Þannig að við erum að fara að horfa bara á Gunnar í kasinónu. Bara byggjum hérna fólkum að alltaf enga líkur á kasinu og síni. Við bara fengum síman og appið og Vestlafalli. tillum okkur bara og Við höfum hort á og við séum náður. Steindur meina UFC sé svo stótt í Bandaríkjunum. Já, ég held að London Card, þeir mjög að segja Robby Raskat og það. En þetta greiður í þessu skjá. Já. Það farið að beverage. En hvernig líst ykkur ástrákar í þættinum í hérna sem við tökum upp að ég allavega opni 1 pakka? Nei, ég segi þú gerir bara geggjaðan auka þáttu um þetta og opnir alla pakkana. Já, kannski bara hálftíma þáttur, þú að opna þú veit bara eitthvað. Og þetta er mér vinsalt á YouTube, fólk fara að pakka og opna þá. Já. Þetta er bara ekki eðlilega vinsalt. Gefum fólkinu meira content, auka þáttur, þú opna pakkana. En ég veit ekki hvort að áskrifundur blökastinn séu spennt fyrir svona En heyrðu, akkur gerum við svolítið ekki bara svona unboxing seríu? Við getum farið að panta alls konar drasl og byrja að opna það Mjög góð hugmynd. Já, ok. Getur maður ekki fara á okkur, heyrðu, ég er með business hugmynd, ég var að fatta Pælið og getur farið á síðu og keypt pakka sem þú veist ekki hvað er í. Það er allstaðan. Nei, þú veist þá er ég að tala um að þú fær bara á Amazon eða eitthvað, einhver síðu Kaupir 10 svona pakka og inn í pakkanum
bara, getur verið eitt súkkulaðistykki Fólk eða er- eitthvað geggja, það- eða það getur verið bara, þú veist, það getur verið 1.000.000 í seðlum, þú veist ekki neitt hvað það væri. Þetta er óvisupakki. Alltaf við erum með frusu þáttur ykkur í Við dag opnaðum. Kæri hlustendur, þetta eru já svona hvað segir maður svona, ég fekk svona brainfreeze Já, breinfart bara. Já, brainfart bara svömi liður og vanalega við erum með nýjasta liðin hver á röddin í umferðinni sem er svona nýjasta, hann hefur verið tvisar hann er geggjaður, við erum með spurningkeppni Gilsarna, það eru hvað er í henni? Út af við erum núna akkurat í a luxury limousine þannig ég er bara með King of Traveling King of, já það er nú verið áður Já, ég hef einu sinni verið með King of Traveling áður en út af því að ég held að það sé lægi að vera með aftur út af því við erum akkurat núna traveling Sturla staðrendir eru á Það var síðasta september 2018, það er 4 ár síðan goddammit. Ok, svo erum við, þú ætlar með common knowledge, Steindi Já, heyrðu, og hérna það sem kostin á styrlaða staðrendir Já. augljósa staðrendir, verða þær í dag? Ég er til Ertu til? Þú er búin að Já. lofa í 9 vikur Nei Ég spurði þinn daginn, viltu vera common knowledge eða Þær eru, eða augljósa, þú sagði common knowledge en þú veist, þær eru bara ennþá til, þær eru bara fór ekki neitt. Já, það eru bara það er gaman að hafa þær í dag Ætlar að, nú er ég Jú, ég ætla að fara að segja, ég er ekki að betting man, ég er það bara víst. Jú, Ég ætla að gíska á Spila fikla ferð nú Þú ert að gambling man, það er alveg staðfest En ég ætla þá að betta á að verður ekki döðlisar stærndis. Já, ég set peninga að verði Það við erum byrjað að gambla fyrir ferð, þetta er bara ágætt. Þetta er hressandi en já, ég er náttúrulega ekki við borðan Ég veit ekkert hvað lag er að koma Vonandi setur Rikki G eitthvað gott á og, Eitthvað svona króksararokk væri draumur. Já, jafnvel, hann hendi bara í Creedy with Arms Wide Open Já, það væri reyndar alveg rosalegt. Það er svaðalegt lag, Rikki, erstu að hlusta? Þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og drengir mínir, það er komið að slúðri Já, og það er í rauninni, sko, ég reyna að fara, það er búið að senda mér nokkra nýjar slúðusíður og ég komið fullt, en hver er að senda þér það? það er bara fólk að benda mér á hinnar og þessar síður, hlustendur okkar eru á tánum, ég er mjög ánægð með það en það er eiginlega bara alltaf sama slúðri í gangi núna, það er náttúrulega Kim Kardashian og Kanye West, hann tók kast í dag á miðvikudag. Sá harmleikur sem er í gangi þar. Já, hann rakkaði niður einhverja 4 einstaklinga brjálaður en sko það er annað með Kim Kardashian sem er nú reyndar ekki nýtt, þetta var daginn og ég var lengur búin að sjá þetta en mér langar að ræða þetta eins við ykkur hún er búin að fá gríðalan skít á netinu eftir að hún sagði í viðtali hjá Variety að konur þyrftu bara get off their fucking ass og byrja að vinna bara standi fokkingu upp og fara að vinna það er eins og engan langi til að vinna þessa dagana sagði hún og hún fekk holskepu yfir sig af stissi sko Beitur, hvaðan hefur hún þetta? Enginn enn að vinna? Ég veit ekki alveg hvaðan það kom en hún vildi meina að konur nefndi ekki að vinna í dag og ætti bara að drattast að raskat og það sem að gerðist í þessu er að voru hellingur af konum sem hafa unnið fyrir Kardashian fjölskylduna basically að gera svona 10 svona meira heldur en hún bara sækja allt og bara eru allt í öllu þá hún náttúrulega, ég er ekki að segja að Kim Kardashian sé ekki dugleg, hún er bara hörku dugleg og búin að byggja upp þvílíkt veldi hún gæti það náttúrulega ekki á þess að bara hafa fólki í kringu sig og þær eru búin að vera að rakka hana niður og það er búin mikið á Twitter að fólk að segja sögur frá því þú voru að vinna hana hjá henni og bara það hef ekki verið gott og fleira en eina, veist svo horfði ég á því, ég held þetta væri svona stormur í vasklasi en það kemur ekkert alltaf vel út hjá Kim vinkun okkar sko Nei það er þetta orða þetta aðeins Hún var að reyna að vera með svona eitthvað kvartningu segja fólk að vinna meira en það er backfired Já, líka hvernig hún sagði það sko Drullast til að fara að vinna Já, og bara get off your fucking ass og eins og séu allir bara eins og aðra konur nenni ekki að gera neitt sko Nei En ég tek það að gefinu, hún er dugleg sko Já, það hlýtur að vera þú veist, maður bara mátt einhvern veginn koma þessu betur frá sér Ég náttúrulega hef ekki séð þættina en ég veit ekki hvernig vinnan hann virkar Þú þarfst ekki að horfa á þættina hún er búin að byggja en svo er það líka sem að hún fekk mikinn skít fyrir að hún náttúrulega fæðist inn í wealth pappinar var lögfræðingur sko, hann með OJ hann getur ímyndað hvað hann kosti á klukkutíman og svo er stjúpappina bara Ólympíu hetja og íþróttamæður og þannig að ég held að sé alveg léttara með svona tengsl að búa til að vera entrepreneur Já, ég meina þú veist, hafið ekki séð róstið með Donald Trump
ógeðslega gott róst Öllur, býttu, ákveð ekki komið róst lengi? Það hefur alltaf ekki komið gott róst lengi sko, en hérna, það var svo gott að vera að lýsa með þessu og vera að peppa Trumparan sko, vera að peppa bara hvað hann er búin að vera duglegur og hvað hann er búin að breyta $1 í 2 og bara hvað hann er búin að vera ná að rakin peningum og bla 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 og that man is Fred Trump, Donald's dad sko. En já, þú veist, það eru margir sem er að fæðast inn í svona, þú veist, er ekki Elon Musk til og með fættur henni mjög mikið. Já, en hann er samt búin að taka þetta bara á annar level sko. Já, en máli að þú veist, eins og fyrir þig blöðurinn, bara króksari bara Hyundai Coupe, keyptir hann á 300 borgaði fyrir hann 2 yfirdráttur og bara búin að brenna það á aur út lífið Það er langt að segja ég sé búin að brenna það á aur út lífið. Ég er að segja bara venjulegu gæði sem ert ekki búin að vera að fá Þú fættist ekki með silfurskeið og er núna að brenna aur í allandi sitt í þessu tölu. Já, akkurat, þú datt því núna lærir ekki eins og og máli að hérna, þú veist hefðir fæðst inn í rosalega mikla peninga segjum að hefði bara basically núna peninga væri ekki vesen þú veist, myndi aldrei vera vesen Ég næði svo væri ekki léttara fyrir þig að breyta $1 í 2 Alveg 100, það var sem ég var að segja. Nei, ég er að segja að það er svo léttur að taka sjensa Já Ef þú brennir einhvern pening þá bara Þú ert að tala um eins og við séum ekki að sama máli Kitty Brits bara skrifar bara ávísinu og klúrar einhverjum business team Þú veist, það er ekki hann Nei En var það pointið þitt á hana? Já, hún er búin að hafa það eins betra heldur en það er léttara fyrir, ég var að segja það er miklu léttara fyrir hana að stofna fyrirtæki og vera entrepreneur með öll sín sambönd og En hvaðan kemur hún, hvað gera fóreldrar hennar aftur? Pappina var lögfræðingur OJ Já, hann var lögfræðingur Já, og svo náttúrulega stjúpappinar var Ólympíustjarna og bara risastórt nafn í Bandaríkjunum En Ólympíu fari og lögfræðingur, það hljóma samt ekki eins og þetta sé bara miljardar Þetta er bara flott störf Já, hún er búin að búa í Beverly Hills í mansion sem hún fættist Já, þá er þetta hefur gott í dag Kannski er þetta komið afinnar eða ömmennar Hún var ekki 70 fermetrum í Finspång, Svíþjóð Nei, með sýsti sinni í herbyggi Nei Hvað er í Svíþjóð? Finspång, prófa að googla það Finspång? Já, það er Finspång? Já, Finspång Með P og svona bollu aðeins Finspång Skrítin á Þið finnið ekki mikið líf í þeim bæ, ég get lofa eitthvað því Og blöður þar? Já, þar var ég í rúmt ár En ekki það, ég dyrkaði Þetta styrti þig? Já, þetta styrti mig ekki neitt Það var bara úgjörnslega gaman að búa erlendis sem krakki Finspång? Já, ég mæla ekki með að kíkja á það, það er ekkert að það Reyndar ég og við fórum allum daginn fyrir 5 eða 6 ári síðan, ég og nokkru félagar mínir eitt sem bjóða með mér, Ingi Og 12.000 mannsana? Er alveg 12.000? 12.000? 12.440? Við höfum átt að kaupa íbúinu sem var í þegar ég bjóða, það voru 2.500 manns Það var bara svo sögur okkur Toppstandet er blöður í fólk Helviti finnst mér búið að stekka En það sko myndir hans, þetta er bara eins og söðukröku sko En varstu þá ekki þið shit að það komst inn sem svona útlenski strákurinn og bara, þú veist, nýji strák, þú veist að nýji krakkin in town, allir krakkarnir löngum og fá leið okkur öðrum maður og allt í það komið nýr krakki frá Íslandi Varstu ekki vinsæll? Já, þú veist, ég átti fullt af vinnum Ég veist hvort ég hef verið vinsæll og þetta shit en það vildur allir, skilur, leika við þig Það var samt ógeðslega erfitt fyrir mig því að besti vinur minn í Svíþjóð heit Kristoffer Pappi hans var þjálfari fótboltaliðsins sem ég var í segir Túrsborg og við vorum í geggja lið nema þá var þetta alltaf 7-7 við hefðum 100% farið í finals nema hann var svona típa hann vildi leifa öllum að spila þannig að hann tók alltaf eitt lið út í hálfleik og setti nýtt lið inn á og það var að gera mig geðveikan og ég var alltaf að rífast í besta vinn minn bara þú varst að tala um pappaðinn að hætta þessu því að við erum með ógeðslega gott lið það þurfi ekki allir að spila ég var náttúrulega bara 10 og frekur og ógeðsluður blöðuna var í aðliðinu þurfi ekki allir að spila já og þannig að það var mjög erfitt fyrir mig að ég var svo ósáttur við pappans Hvað er Kristoffer í dag, gamla vinniðinn? Ég var einmitt að skoða þetta eftir daginn ég get ekki fundið þetta á Facebook því að ég veit ekki eftirnöfna hann Kristoffer er ekki á Facebook, hann er ekki í lúðið sko, hann er á Instagram sko Kristoffer, já ég man ekki Finnur á þar Sem Addarónum segir Og Mikki Blöðarnina Heldur hann munum eftir heyri honum að segja þetta er blöðarnina Alveg potið Saman í aðliðinu og pappi hann fannst þetta séliðina og skemma fyrir okkur allt Já, eðurlega drauma mína með Túrsborg Hann myndi mun eftir Já, það var að finna Kristoffer Já, Kristoffer Ég er bara að flytja hann inn Gera hvað? Það er ekki Hvað er það að gera? Það er satt eitthvað góða blöðsugur Það er enda góð spurning, hvað er það að gera í dag? Við gætum flutt hann inn, drengir Að gera hvað? Bara hitt og þetta maður Það er eitthvað ruggla Hvað við vitum ekki eins og hvað hann gerir Hann gæti verið endurskoðandi Hvað ákveður allar að flytja endurskoðandi
Ég ekki hugmynd, ég hef ekki talað við hann En þú síðan veist, ég verður endurskoðandi, þá getum við líka auðvist bara, við erum að flytja inn endurskoðanda. Hver þarf að taka, þarf ekki einhver að klára Þetta er Kristoffer Solstad bókaldið? Kristoffer Paulsen Sýndu hún að mynda Það finna nokkra Kristofferina í Finnsbán Ég ekki sé gauri sér ég á 10 ára maður. Þá getur þau basically heilt bara í hvaða Kristoff sem sagt bara, ég að vinna því á yngri. Ég meina, er þetta að skoða Kristoffe í Hann heitir Kristoffe Ekki Kristoffe Ég skrifaði það Með F með Já, væntalega Þú veist hvernig það lítur út, þú veist 10 ára við finnum hann Hann var ljósarur Málega að maður er eiginlega svipaður maður var þegar maður 10 ára Það er ekki ljósarur Nei, ég er helvít ólíkur með það þegar ég var 10 ára Þú reyndar örgulega mjög Þú Ég er held vantilega að- með ljóst sítt ár þá Já, ég hef líka séð mynda þegar þú varst 10 ára Það er svona 90 kíló síðan sko. Þannig að ég get ekki sagt við síðan Nei, málega er það sko Þú getur basically sendt bara á einhvern sænskan Kristoffer Og sagt bara, já, Má vin ég halda áfram í slúð Var ekki R var ekki R í Kristoffer Var Kristoffer Kristoffe Kristoffer, ok Sko, næsta slúður er líka af Kim Kardashian eða meira af Pete Davidson og því að hann er búin að setja nafnið hennar Kim á brjóskassan á sér og þetta er ekki fyrsta sinn, hann gerir þetta vist með alla kærustunum sína, hann er allir út í tattúum og er að setja nöfnir líka maður sinna, hann gerir þetta líka með Ariana Grande og fleiri þannig að ég ætla að þau eru ekki búin að vera það lengi saman okkur er þetta ekki einhvað skrítið Og akkur er hann svona fljótur að henda yngin á sig Já, En ég meina, svo kannski er þetta bara svo yng stíll hjá honum já, en þú veist, mér finnst það bara eitthvað svo grilla Ég meina, kannski bara, þú veist láta aðeins reyna á sambandið ekki, þú eru búin að vera saman í hvað, 5 mánuði, 4 mánuði Já, það Getur kiptu svo af í dag, er það ekki? Jú, er það ekkert mál? Ég held að þú getur bara tekið tattu aðeins með kremi í dag sko. Ó, ok, Þú veist, þetta er þá bara skiptir þetta engu máli. Technology, þú veist, ég meina það er verið að fljúa fólki til Mars sko. Já, hann er ekki byrjað En þú veist alltaf að þetta er tunglis Þetta er ekkert flókið örgulega sko. Nei, en ég meina sko, en fólk vildi meina að núti að þetta síndi að það væri komin alvara í sambandi að þeir eru búin að setja tattoo á nafnið en ekki ef þú getur tekið að branna einhverju kremi sko. Ég held að það sko, staðfest ekki alvöru samband þótt þú setir tattoo á þig sko. Nei, kannski ekki En ég meina, maður veit ekki, þú veist, það er ekkert þú veist, hann alltaf heldur betur búið að reyna á þetta samband Já. Þú veist, ef hann ætlar að klifra þessa brekku sem hann er í núna Þú veist, þetta er ekki gaman fyrir hann Nei, ég sagði það einmitt í daginn hérna, hvort það var í blöðkastinu eða FNÍ fyrir blöð bara hann hlýtur að hugsa með sér hérna á Super Bowl bara, hvað er búin að koma mér út í? Hvað það, djók er það? Já, Bara frægasti rappari heims gerir ekki annað en að kalla hann skít og í stæð fyrir Pete og bara er endalaust að bauna hann á Ég vissi netinu. ekki að skete þýtti skítur Það þýðir það náttúrulega ekki Nei, ég veit það Ekki Ég varst ekki að segja að hann var að kalla hann skít Jú, af því S-K-E-T-E er skít Hann heitir Pete Já, hann er bara að taka vitlis nafn Herðu, Þetta er að fá basketballstíki já, þetta er bara Það óþægilegt er rosalega að fá basketballstíki út af þessu sko Hann er ekki að tala um kúk Nei, Hann ég kann ég West er að segja skít Ég veit að kúku því shit, pú Já, bæði En ég bara segja, þú veist Ég vissi ekki að hann var að kalla þú veist, ég veit ekki Hann hefur gott koncept en að ég díli hann postar eitthvað drasli sem var næstum dagur bara allt horfið og kom eitthvað nýtt shit eins og, veist, þetta er allt til þá Það allir screenshot af þessu. Má ég aðeins tala um það sem ég var að segja þannig Nei, Ég basically var að hugsa þetta hannig að það er til svo mörg ennsku orð sem við notum ekki Málfræðin er flókin Þannig að ég held kannski að væri til okkur þetta er eiginlega bjarga Ég held að væri basically þetta væri kannski gamalt orð sem væri notað yfir hægðir, ekki skít Sko skít þýðir hérna skít samkvæmt Urban Dictionary are pale skinny white dude who's banging your ex Já, það er Það er bara komið inn Þetta það er að sem skít er en þú veist vera Urban Dictionary þá búin að henda Þetta er þá eitthvað nýtt sko. Já, þeir reffa mér þess að hérna þeir segja undir Pete Davidson sure it's a skít Kanye West Kvotaði Kanye West Þetta er bara frasið þá sem Kanye West komið að þeim þannig sér sko Ég vil ekki að sína ykkur svo sendinga dagsetningur hvernig þessi frasi kom inn Það röpt þetta fyrir mánuðu síðan Já, en svo ætla ég að taka lokaslúðrið af Sherna Burgess, veit ykkur það er? Nei, Já Það er nýjasta kona Brian Austin Green sem var David í Beverly Hills 90210 betur var hann ekki alltaf eitthvað að segja ofinverulega að hann ætli að byrja með einhver annar konu? Jó, hann sagði það reyndan, en vonandi er hann hættu við það því að hann er að vera pappi og hún fór á Instagram daginn og var að leyfa aðdáendur sínum að spyrja sér spurninga þar sem að það var búið að spyrja hann svo oft út í samaburðu við Megan Fox að hún sagðist aldrei ætla að bera sér saman með hana en ákvað að svara þessu að þær væru bara mjög ólíkar og ég veit hvað er ég að fjalla mér Sko rosa gúrka þetta
þetta er ómerkilegasta slúður sem ég hef bara tekið. Já, líklega. Ég fann það bara þegar ég var að lesa. Við alltaf erum harðir Brian Austin Green menn, sko. Já, mér langaði svolítið að koma honum inn í slúðurinn. Ég bara get ekki gert það með svona móla. Hann er lesið þetta, sko. Ég er ekki Brian Austin Green maður, sko, eins og þið voruð. Ég fann það bara þegar ég var að lesa þetta niður. Hvað er ég að tala? Ég veit það ekki. Ég loka bara tölvunni. Veistu hvað, ég verð að veikina þetta. Því líka rugg. Ég verð að veikina, ég svona út. Það ekki bera sér saman við fyrirvændi kæristina. Þetta var slúðupakki dagsins. Við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan og ætlum að henda í auglýsingar. FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957. FM 95 Blö með ykkur á þessum, já, vonandi ágætis föstudegi. En drengir, það er komið að næst nýjasta lið FM 95 Blö. Það er þekki eða ekki. Já. Ég fyrir eiginlega bara núna að hengta nýja liði frá okkur drengir. Ég hef komið 2 og 3 í röð, bæði hér og í blökastinu. Hvernig var það til að fara út hana hýru? Já, komið einhverja nýja liði. Menn þetta svona onnið hýru og byrja að drita út liðum. Við erum með heimaðarkefni í AC. Finna upp á nýjum lið. Ég vil leita nýjan lið frá hvorum ykkar. Mér er alveg saman hvort því FN erum að gamla það, sko. Nei, þetta er vinnuferð. Sko, málið með þessa lið. Ég er mjög duglegur að koma í nýja liði, sérstaklega í blökastið. En ég er mjög fljótur að gleyma þeim líka. Já, við gleymum sem það var í liðina þar. Já, þú veist, ég er með svona... Við erum með hellinga nýju liðir. Við gleymum þeim bara strax. Ég er með svona 30 liðar, ég bara gleyma þeim. Það er nýjasti liðurinn bucketlistin. Já. Og svo náttúrulega nýjasti liðurinn í FN 95 Blö er hver á röddinu umferðin og hann er einn og eftir. En ég ætla að lofa góðu fjármálahotni í AC þetturum. Af því að við erum í AC, við erum með dollara. Já, ætla þú að stjórna fjármálahotninu? Það er mitt hotn. Ætla ég að stjórna mínu hotni? Ég var að spá í því, já. Ég var að hugsa það er ekkert að marka þetta. Ég verð búin að stúdera dollaran, sko. Ég verð búin að vera þarna úti í 2 daga fyrir þátt. Ok. Er röddin umförinni í dag, eða? Já. Ok. Herru, en eru þið tilbúinir í þekki ekki? Ég vil að ég opni fjárfestingapakkan sem ég pantaði upp á hótel í fjármálahotinu. Aldrei. Ég er svolítið spenntuð fyrir þessum spjöldum. Þetta er bara fjárfesting. Hvernig færðu þú? Hvor ykkar ætlar fram á undan í þekki ekki? Er það ekki Steindi? Ég er líka bara bara reglan. Já, þannig að pissaði og hafðu það kósi. Nú ætlum við að setja hérna undir að setja Jón Jónsson og GTRN undir ef Ástin er hrein. Þetta er nú að vera að byrja að kannast við þetta hérna. Hafa þetta á svolítið kósi. Já. Og Egil, hvernig ertu? Bara, ég er aldrei betri. Ekki? Svo nýr. Já, mér sé það bráður. Ég sé núna bara As we speak. Já. Nei, reyndar ekki núna. Nú næstu þetta betur frá manni. Já, ekki núna, nei. Þegar fólk heyrir þetta. Já, þegar fólk er að hlusta. Já. Það er ég sí. Ok. Ertu tilbúin? Já. Það eru alveg bara nokkuð þægilegar í dag. Sveið með það. Já, takk. Fyrsta, já, ég er með tvær spurningar tengda börnum ykkar. Fyrsta spurningin er einmitt þar. Ef þú mættir bara kenna barniðinu, Aroni, eitt hlut, hvað myndir þú kenna hún? Bara kenna honum eitthvað, ekki báðum gæstlíkunum. Nei, af því að svo er hinn spurningin, hún er tengd eilu. Yes. Þannig að, ef það verður eitthvað svona eitt, þú veist, that my father taught me, ég var einhvern veginn að hugsa þetta þannig. Já, ok. Eitthvað eitt sem pabbi kendi mér, það var Father taught me one thing. Já, hvað væri það? Þetta er damn good question, já. Kannski svona erfið. Mjög erfið. Ég er að fatta núna að það verður ómögulegt fyrir ykkur að giska hjá hinum. En þetta er samt líka bara þekki ekki. Það er ekki að vera á punkt þarna. Nei, þetta er líka bara svona aðeins að kynnast ykkur. Ég myndi kenna honum að ignore the haters og gera sem hann vill. Ok, bara ignore the haters. Já, og gera sem hann vill. Og það ef hann vill vera lagamaður og allir að segja hvað ætlar að vera lagamaður og hann segir já, ég ætla að lagamaður. Já. Vertu bara lagamaður. Auðvitað. Konstantið segir mig. Já, gera það sem hún vilt. Já. Ok, svo er það næsta. Hvað er þetta hávaksin? Vegabrinnur stendur 184. 184. Og það kannski 183 ef það er erfiður sunnundagur. Skemmir kannski saman 1 CM sko. Já, þú er 183 á mánudaginn. Ok, þá skrifa ég þess mér í vegabrennu 184 cm. Þá er það næsta. Já, nú er það dóttiðin Eva. Ef þú mættir ráða, hvað myndir dóttiðin vinna við þegar hún var stór? Eða eldri? Þetta er líka krefjandi spurning hjá Blöð sko. Já. Mjög erfitt. Hinn var ekki erfið, hvað er þetta hávaksin? Þú gast nú svara því. Það var einfalt sko. Þetta var samt, ég var samt vesen 184, 183, ég er eitthvað stað það sko. Já, við förum bara eftir vegabrið. Gætur búin að minka sko. Minka maður ekki með aldrun? Eitthvað stað heyrði það? Já, það er hræður. Þetta mátt að nekja okkur sko. Já. Halda okkur áfram, er ekki minka sko. Já, er þetta því að maður er svona hókin. Það skal hefna með eitthvað sama félagarnir sko. Sko ég
Sko, hún segist alltaf að vera vísindamaður og opna ísbúð. Það er sérst þetta tvent og að gera bæði. Það er með í tveimur vinnum, sko. Já, og ég er að hugsa dýrka dótiðina en mér finnst svona það segna líklegra. Já, þannig að sko, ok, sko, ég er svona veltaði fyrir mér hvað hún gerir þarna. Það er ekki að hún er eins og annars var ísbúðareigandi. Já, og það er máli, ég var að hugsa þetta. Í staðan fyrir ég ákveði eitthvað hvað hún á að gera, ég er svona, þetta er ekkert í hug, sko. Heldur að þú setja bara að setja eitthvað þrýsting á hún að gera eitthvað? Nei, ég bara gera sem sýnist, sko. Myndu þrýsta á þau að mennta sig? Ég kannski alltaf, sko, hvetja mennta sig, kannski þrýst ekkert í það, en hérna... Það er betra orð, það hvetja. Já, en sko, ég held að ég bara sætti mig við, ég held að hendi mig vel í ellinni að fá frían ís. Já. Mér það bara gegja. Ísbúð. Hvað ætlum við til að skýra? Nefnum rökki með þetta, sko. Og alltaf er ekki ísinn frýr, kannski afslátt. Ef hún er svo pappi sinn, að business woman 20% off. I'll take it. Ísbúð. Ok. Þetta minnum á skett. Og það er meina að segja önnusögu. Hún er núna, sko, hún er skellihlægandi, skeina sig með 10 skonar seðlum alla daga, sko. Þetta er rólega. Rakandi inn, sko. Eftir að opna ísbúð, sko. Ég er ísbúðareigandi. Herru, þeir sem hafa horft á Staples-mönnafötu þennan, svo er það síðasta. Já, herru, það er hægt að fá 5 stig í dag. Hæ? Já, því að síðasta spurningin, það er hægt að fá 2 stig þar. Ok. Og ég ætla að hafa hana af því að þetta er svona easy þema í okkur, þá er ein svona easy spurning. Fyrst spyr ég, hvað ertu á skalanum 1-10 í útliti á leiðin út til AC? Hvað gefur þér 1-10? Á morgun þegar þú ert á leiðin upp í vél, sko, nýkliftur og... Já, sko, ég er búinn að fara til Rópa. Búinn að brunga þig og eitthvað. Já, en ég, sko, ég þarf að vera henskil hana. Ég er 5 á leiðin út. Akkur? Út af því að, sko, ég er hættur að reyna að vera sexy á leiðin út í flugvöld. Ég var alltaf hann, ég var alltaf að dressa mig upp og voru sexy á flugvöldinum og voru svo gaman. Ég hef aldrei séð rosa sexy á flugvöldinum. Þetta er eitthvað nýtt fyrir mér. Síðan sestu niður í flugvöldina. Eðla óþægilt sæti, setur 5-6 tíma í þröngum gallabuxum, var ógeðslegt. Ég mæti bara í íþróttafötunum núna á flugvöldin. Ógeðslegur. Þannig sé, ok, ógeðslegur gæðslegur. Ég verð bara á morgun, bara eins og sé á leiðinni í stigahlaup, í sportasunni. Þannig að ég er eitthvað að vera á stöðu. Ég með Steindi verður í einhvern frakka og greitti hliðar, veipandi, malt upp á 10. Þá er ég bara í íþróttagallan. Þannig að þú heldur að vera 5 á leiðin út. Þannig ég er hættur að bara huggulega út og setja á svona óþæglu fötum. Ég bara hafa kósi í flugvélulegin út. Já, en ég menna, ég ferðast alltaf í joggingala. Mér veist ég ekkert 5 á samt. Nei, við ætlum líka í joggingala á morgun. Við erum báður í joggingala. Já, ok, það er að ferðast þannig. Nei, veist, ekki að meina ef ég gef mér 8 þá þarf ég að vera í huggulegur, veist, í einhverju flottu fötum. Þú verður í exit kókaðalókinu. Já, þá er ég í exit galanum, sko. Þannig að ég myndi segja, sko, að ég myndi vera, sko, við tölum fyrir ofan, veist, andliti á mig verður í lægi og greiðsla verður upp á 10 og ég seti íþróttagalan. Gef mér bara tölu. 5 á leiðin út. Það var hreinskilin, sko, bara að ljúga þessu starfskólið, sko. Já, þá spyr ég, hvað ertu á leiðin nú heim? Sko, þá er ég sama konceptu leiðin heim. Þægindi. Það er aftur íþróttagalinn, sko. Ekki þröngum gallabuxum á leiðin heim. Og þá er alltaf, þannig er ég aðeins, sko, þannig tanið aðeins búið að minnka. Hárgæsla má fara og veist, fjarkjulegin heim. Það er ekkert mikil sveifla á mig millulegin út og heim, sko. Heldur þú að setja fara að snemma svo, svona verður ekki þrútinn? Jó, ég verður svo blaðræði framan, sko, líklega, sko. En þú veist, 5 og fjarki. 5 og fjarki, herðu, ok. Þá máttu skiptaði Steinda, hann er þetta beintur utan. Steindi! Kemur Steindi hérna inn. Já, gerðu bara svona vilt. Kemur June. Þetta er bara nokkuð þægilegt í dag. Já, það? Já, það er 2 samt sem að vera kannski erfitt fyrir að giska hjá hinum, en mér finnst skemmtilegt að spyrja þeim. Ok. Ertu ready? Já. Þá er það fyrsta spurning og hún tengist krakkaðinum Matthildi. Ok. Akkur valdur þú hana? Af því að svo rönnur og eftir á Ronju. Já, ok, ertu með 2 barna? Já, ef þú mætti kenna Matthildi bara 1 hlut í lífinu, hvað myndir þú kenna henni? Þetta er basically svona eins og ég sagði við Egil áðan, bara my father taught me, veist. Hvað myndir þú svona vilja, ok, pappi kendi með þetta? Já, ég vera kurteis. Nei, dugnað. Hvort ætlar að taka? Ég, sko, nei, veistu, ég myndi kenna að tala. Ég er ekki að tala það. Já, en það er náttúrulega mjög mikilvægt. Já, en þú fattar ég, þessna var ég að útskýra fyrir, veist. Já. Hvað hitt sko. One time my daddy told me that you should never. Já, ok, veist, eins og bæðið sem hún sagðir, dugnaðar og kurteisir, eitthvað svona, að pabbi kendi mér alltaf að maður á að vera kurteis. Pabbi kendi mér að maður þarf að vera dölur. Veist, ég er að tala um þannig, ekki herðu, pabbi kendi mér að tala. Já.
Já, Þú varst á réttri leið, sko. Bæði mjög mikilvægt dugnað Stögnaður Já, hafa verið hlutunum Já, þá er það næsta Hvert stór, hvert er hávaksin? Ég er 1,78 samkvæmt vegabri En þú vilt meina að ég sé búin að minka og sé 1,76 Nei, mér finnst bara svo skrítið og sést 1 centimetri minni en ég því að Ég meina, ég við hæ stóðum- vegabréfi. Já, við stóðum hliðum daginn, það var meira centimetr Þú sást það í speglun En svo fekk ég 2-falt brjósklos Og ég geti að minkað við það Maður minkar, þú veist það Já, við varum að ræða vegilega, maður minkar með áram Já, maður lendir í því sko Þannig að ég veit ekki, þú veist Ég sagði reynda vegilega, færum eftir vegabrið Já, þá er ég 1,78 1,78 Við verðum að fara til því þá Ok. Ég held samt að það sé að rétt hjá sko. Hvað? Ég er búin að minka Já, mér Ég er vissun það, sko, veistu hvað er Nú algengast sést það silent Er þetta minn? Já, Ég er alltaf með á silent Nei, ég er með á silent Ég er aldrei með hvað sýnir þetta? Ég hef ekki verið, sko, það er mjög skrítið að vera ekki með á silent Ég er alltaf með á silent Þú veist, ég er ég bara með líka. titran En þú veist, ég er ekki með símtengingun á nei Herðu, ok, hérna- 1,78 Þú veist, ég er bara aldrei með símtengingu á bara í lífinu Ég hef ekki verið með í mörg ár Nei, Herru, en hérna Sko Við vorum að fara til veðbrunni á Já, þannig að það er bara 1,78, það er bara næsta spurning Já, ég ætla að segja, við sko, það er algengasta sem fólk segja við mig þegar það hittir mig Hvað? Hjælt þú að vera stærri Já, það er bara Ég fekk að reynda miklu meira þegar ég var í 70 mínútum á strákun Já. Þá var ég alltaf með Svepp og Pétri Já, Og ég er töluvert hávaksnir en þeir já, En það eru þeir, ég er ekki hávaksni maður Nei. Þeir eru lágvaksni báðir Já. Þannig að fólk held að ég var úkslega stór er það? Sem ég er náttúrulega ekkert Nei, En það er bara því að þeir voru svo litlir Já, þetta er að fyrsta sem ég fæ alltaf Blessaður, ég held að þú verið stærri Já, ég veit ekki fengið það lengi En ég fekk hann mikið það Herru, þá er það þriðja Já. Og þá er það Ronja Ef þú mætti ráða hvað Ronja er þegar hún verið stór Hvað myndir að velja? Það væri bara í þínum höndum Eurolottos vinningshafi Guð mig góður stendi Hvað? Að tala um einhverju atvinnu eða eitthvað Já, meinar Ekki að hún sé Hvað, má maður ekki svara hverju sem er þetta? Ok, ég skrifa bara lottóspilari Ekki spilari Já, meina hún þarf að spila til að vinna Kannski er hún með eitthvað lotto með áskrift og veit aldrei að því fyrir allir bara pinga síminn Heyrðu, þú varst að vinna þetta marga miljonur Hún lítur þá að vera að gera eitthvað annars sæt Já, ok, ég skil þig Ég myndi vilja ég myndi ráða hvað hún myndi gera bara, bara einhver Ég er að hugsa lögga eða eitthvað örugg vinna Já, Nei, ég myndi ekki vilja að hún lögga sko. það er þetta mjög töff vinna að vera lögga Já, líka svolítið hættuleg vinna sko. Já, kannski Hvað myndi ég vilja að hún myndi gera Ég bara ég hugsa ég ætla að segja þetta er ógeðslega spurning Já, bara, kottu það bara með ég er að eitthvað hugsa henni finnst svo gaman hún er alltaf að spila á svona hljómborð og syngja og svona, þannig að kannski vill hún verða tónlistakona Tónlistakona en það er ekkert eitthvað sem ég endilega ég vil ekkert eftir að hún verði það Það er trófítið mættur Nei Hvað, er hún að fara að gefa út sitt eigið tjammi kvöld? Nei, ég veistu hvað, ég myndi helst vilja Þið saman upp á sviði Já, ég myndi Á þjóðhátíð? Nei, ég myndi mest vilja að hún væri bara í vinnu sem væri búin byrjar og er búin á skikkulum tíma En ég er búin að skrifa tónlistakona Já, það er ekki þannig vinna sko Tónlistakonur eru vinnandi bara, þú veist, En ég er- random tímum og, Ég er að spyrja, hvað vilt þú? Ég myndi vilja að hún væri bara Guð mig góður Ég skrifa það bara tónlistakona dýralæknis Dýralæknir Ok eða þú veist, já, hún er gaman því líka Þetta er mjög fallið starf Já, ég meina, þú veist, það er svona starf sem mætir indi bara kláðan 4 Já, en erfitt, þú veist, þú vorst að lóa dýrum og svona Já, menn hún það bara býta í ætli Já, hún vorst ekki að lóa neinum með tónlistakona Nei Kynum að fólkinni í salnum eða hún er hræðileg Það er svo síðasta Já, herru, það er hægt að fá 5 stig í dag Þess að þeir eru að giska eftir Því að næsta er títætt Ok Hún er AC tengd Hvað ertu á skalanum í fegurða morgun helduru á leiðinni til AC? Þú hugsa bara hvernig standu þú ert í dag, hvernig þú verður á morgun Hvað helduru, hvað myndir þú gefa þér á leiðin út á flugvöll? Ég er svolítið þreyttur, ég er búin að vera illa sofin Dóttir mín er bara hún kýsa að vakna bara á, það er ekkert að það er ekkert að böggana, ekkert illt í mallanum en eitt Nei. en bara, hún er að vera 2 ára sko en hún vaknar samt bara nóttinni, oft og ég bara, vill bara fara fram að leika Já, við skiljum þetta ekki preaching to the choir hérna, kom Já, það er bara orkubolti sko þannig ég er illa sofin ný kliftur samt sko ég ætla að fara í ykkur góðri skyrtu ég ætla að vera,
Ég hugsa að ég sé sko 7 eða 8 því ég fer út á morgun. Ok, hvort þetta er 7 eða 8? Í 7. 7. Já, ég held að. Og þá er það hvert á leiðinu heim? Á mánudaginn? Ég hugsa að ég verð alveg þristur. Já, ég verð það. Bara, ég er rosalega fljótur að fá baugu. Ef ég vaki bara, ef ég er illa sofin bara einu nótt, þá fæ ég alveg baugunar kinnar, þetta er bara ættgengt hjá mér. Þannig að það verður ekki, þú veist, svo er það mikið tjóta. Já, maður er þrútinn eins og maður sé búin að borða saltkjöt, skilur, maður er þrútinn, maður borðar óholt. Þristur? Já, þú veist, hreinskilin og í flugi, ég verð hrikalur í flugi, sko, ég tókn út í fluginu og allt þetta. Ég gæti slefa í tvistblöð, sko. Hvort ætlar að segja þristur eða tvistur? Ertu að hugsa hvort er það á leiðinni heim eða þegar ég bara komin heima, því að flugið tekur einn af mér. Ég veit að flugið tekur einn af mér. Þegar þú lappar inn heim til? Já, þá er tvistur. Ég veit það bara, en svo recovery er hratt, ég tek drekk vatn og... Manstu ekki hvað Rakel sagði um síðast þegar ég kom heim frá Eysi? Nei. Og það, mér leiði nóg og illa fyrir. Og bara guð mig góður, eins og þetta eldast 10 ár. Ég veit það, þetta er rosalegt, sko. Hvað ætli ég að við þá? Sko, ég á flugvél að sokka. Ég bjúast upp í flugi. Ég á flugvél að sokka sem ég ætla að vera á morgun. Þeir eru svona eins og gömlu fótboltasokkarnir, þeir fara alveg upp á hnjám og virka ekki neitt, sko. Þetta er bara svona andlegt. Hvað fara í þetta? Nei, bara maður svona heldur svona, þetta eru svona flugvél að sokkar ég keypti á sérstaklega, rándýrir. En þannig að já, ég hræðilegur því ég er búin að fljúa, sko. Ég er að banka það að passa að Egil má ekki heyra það, mátt ekki gefa henni nefna okkur meina. Ég er bara eins og okkur kristsveskja í framan, sko. Ég ferðast með þér. Kemur Egil og eins og ég var að tala við Steindar, þetta fá 5 stig í dag, þannig að þetta getur orðið spenna. 2 síðast og... Á rosalega keppni síðast. Ég ætla að byrja á... Ég ætla að byrja á því að Steindi, ég spurði Egil ef hann mætti að kenna Aroni einn hlut í lífinu, hvað myndi hann kenna honum? Að vera fjárfesta ungur. Nei, ignore the haters og gera það sem hann vill. Þetta er rosalega góða punktur það kom í bréfunum bara núna 9 mánuða og skellilegandi 30, sko. Hvað er hann að fá tekjur? Já, hann getur bara að vinna. Fermingapenningun. Ég spurði Steinda sömu spurningu með Matthildi og hvað heldur hann að svarað Egil? Ef hann mætti hafa kent henni one thing. Sko, ég myndi halda Stóni, ég myndi vilja halda Gríslinga myndi halda the legacy, the acting legacy. Þannig að hann myndi vilja kenna Gríslingunum award-winning acting. Nei, það er dugnaður. Það er basically sama og ég sagði, sko. Nei, það er ekki fullt af leikunum sem eru húðlati, sko. Sam og Kim, þú ert að segja Sam og Kim. Ég sko. Þú ert að vinna. Já, mér finnst allavega. Ánægður með þig. Þú farið heyrir, sko. Já, dugnaður er kannski ekki alveg sama og fara að vinna 6 ára gamm. Þú farið að heyra það, sko. Nei, ég Þú varst að segja fólki að drattast að raskatum og fara að vinna. Kim sagði það sama. Hún var að segja fólki að vera dugleg. Ég var að segja að dóttir mín eigi alltaf að læra það að vera dugleg. Ætla ekki að kenna börnunum ykkar það? Egil, hvað er Steindi hávaxinn? Sko, hann er held ég hærri en að lítur til að vera. Þú lítur á hann og hugsaður á hann er 1,65 það hann lappar þannig og þannig. Þessi hann er hann einhvern veginn stærri þegar hann réttir úr sér og... En er ég hókin eða? Já, það er bara svona út svona hobbitalegu, skilur. Þú réttir ekki úr þér? Hobbitalegu? Já, svona vaggar og hobbitið, skilur. Þannig að þú veist, þessi ert ekkert svo lágvaxinn. Men... Er eitthvað þegar það er átt upp á millimetra? Nei, bara sentimeter. Er það hvori nær eða? Ég segi 179,5 centimetrar. Það er rangt, hann er 178 centimetrar. Steindi, hvað er Egil? Ég hugsa í centimetrum. Egil er hann er tölvöld hærri en ég. Monodrullir. Ég er að spá í, sko, ég er að hugsa að hann sé 1,84 eða 1,86. Ég ætla að segja 1,84. Það er rétt. Er það ekki? Já. Er það ekki? Hvernig get ég verið svona klár? En byrja, ef þú sagðir 1,84 eða 1,86, okkur sagðir það ekki 1,85? Af því að það, mér minnir Egil gaf þetta svolítið með að taka Nei, Ég panikaði bara. Mér minnir að við höfum talað um þetta. Ég myndi að vera slettala. Við höfum talað um þetta ykkur tíman. Hvað sagði ekki, ég hugsaði 1,78 á hann. Hvað sagði það ekki bara? Það er alveg heimskur. Þá Egil, ég spurði Steinda ef hann mætti ráða hvað Ronny er þegar hún verið stór. Hvað heldur hann að sagt? Sko, bara, já, þetta er alltaf ekki báðið gæsleikarnir, sko. Nei, Ronny. Sko, ég myndi hugsa
Steinþór eru örugglega mjög ánægður og myndir opna í sitt eigi bakari til dæmis. Já, það var Og þetta er bara bakari eða var í Vestlundsjóru á KC. Nú var svona yfir ekkur þar. Bara Það er góð staða. sæi bara KC Moso. Það Bara var með starfsfólk. running shit þar sko. Eða bakari. Akkur er þetta allt svona tengt óhaldlustu. Nei, bara ég hvað elskar þú og veist. Heldur hann vilja að dóttir sín, hann sé með svona sambönd. Já, Græðir á því sko. Já. Það er ekki það sko, síði nú þegar Ég þarf svar. Þú vilt að hún verði næst Elon Musk. Nei, dýralagnir. Hanskoti. Ég spurði eiginlega sömu spurningu með Evu. Hvað vil eiginlega Eva verði þegar hún er stór? Dýralæknir, það er rosalegt. Já, þetta var mjög erfitt. Langaði henni að vera dýralæknir? Já, nei, hún er oft að leika Hann sagði fyrst tónlistakona. Já, hún er oft að syngja og spila píano og svona. Ég ætla að segja ég ætla að segja Mjög erfitt í dag hjá Blöð sko. Þú ert að vera að vinna þetta á helvitis hæðinni. Nei, þú fær 2 séns á eftir. Atvinnu kona í íþróttum. Nei, ísbúðareigandi. Það er eitthvað sem hann langar. Það langar að ísbúð. Staðan er 1-0, ég er á lífi. 1-0, já, það eru 2 punktar í pottinum. Þannig að það er allir á lífi. Ég ætla að sjá hvort að Egil nái að jafna þetta. Ég spurði Steinda, hvað heldur að Steindi hafi sagt að hann væri í útliti á leiðinni út á morgun? Sko, Hvaða einhvern gaf hann sér? ég held nefnilega að hann verði huggulega leiðin út sko. Já, Þú veist, hann er að fara að mæta þarna í einhverjum glænjun Timberland-skóm og frakka, greitti hliðar með veipið og Ég held kaffibrotna ekki og miðvaraskeggið og allt klárt sko. Hann er að fara sexy út sko. já. Veist, hann myndi aldrei þóra að setja 9 eða 10 á sig sko. Hann myndi ekki kunna við það sko. Hann er bóttið með eitthvað stað, hann er 7-8 setur 7-8 á sig þarna sko. Hann er að lesa mig núna eins og Hann okkur bókið. myndi ekki þóra að setja 9 eða 10 sko. Hann kann ekki við það, þó hann hugsi að hann sé 10 hann myndi ekki setja það sko. Nei. Hvort segir 7-8 Það er líka bara mjög skrítið. Ok, ég ætla alveg að gefa það. Ég ætla líka mjög skrítið að setja 10 á sig einhver tíma. Já, menn, ef þú ert ekki Rúrik eða bara Þú sagðir með því maður Já, kannu. já. Rúrik myndi ekki setja þetta og setja á sig 10 En heldur. til Hann þetta myndi hugsa glænit Já, Til kannski. þetta glænit Sáðu nýja myndin á hann í frakkan Já, ég sá hann. Minn góð Ég hugsaði strax að hann væri contender í Instagram var í mánaðar. Já, mál er að aðrir þurfa að rífa sig í gang sko. Hann er að fara geti pakkað öðru mánuðin saman í röðu sko. Sástu ekki myndin á hann í frakkanum blöða Hvenær er Instagram bara í mánaðar? Það sé svo. Er það í AC-þættinum? Þetta er bara svo Nei, það Matrix er mynd komið eða heim. eitthvað sko. Hvað, þetta sína mér þetta? Já, þetta er myndalög Það maður. lætur glitta í úrið Ég hef og aldrei séð þessu hann klikkar ekki á smáadrygg. Það er eitthvað flottið frakkis ég séð sko. Já, herðu, við erum ekkert alveg Rúrik núna. Nei, Hvað ok. er Steindáleðin út á morgun? Hann verður ekki svona útlítandi, ég get staðfest það. Nei Það er þengið svona. Hann er, þetta er 7-8 7,5 7. Það er það sem ég sagði Ég gef rétt fyrir það. Býttu sagði ég ekki 8? Nei, hún sagði úr í 7. Það vissi ég hvað hann sagði Ég myndi Svo. ekki nei. Þannig að hann var á milli 7 og 8 Þetta er bara Já, þetta er lesið hjá Það far þér. 0,5 er sveiflumörk Já. Ég gef rétt fyrir það. 1-1. Það er 1-1. Steindi, hvað er Egill á leiðinu út á hans mati? Sko, mér sýnist Egill vera búin að fyrir spreyta. Og Ég fer aftur í fyrramáli aftur, ok, hann er aftur, þá vissi, ok. Þá fyrir ég whole body speit Nú er ég bara með facial Já, aftur í... Þannig að Sverri Bergmann, þú veist, sem er herbingsfélag með hann sé mig, þú veist, hann sé mig whole body tannaðan Já, frábært. Það er alltaf upp á 10 fyrir Sverri Akkurát. Ég fæ bara sting hérna. Já, þetta var smá basketballstingur sem ég fekk hérna. Það dó eitthvað inn í mér. Hann að fara í, sko, Ég geti kíkt á okkur félagana Kíkt heimsón bari 10 fyrir Sverri Bergmann. Sko, að ég myndi fara í body 10. Fyrir herbyggisfélaginu sem Sverri er með childbearing hips sko Nei, Það er Sverri bara í toppstandi í dag. þú veist, ég bara, að ég var að fara í það, held ég, kannski yfir höfuðin, allavega núna eitthvað fyrir ferð, það er margt sem ég er að gera. Já. Þetta væri númer svona 100 á listanum. Já, hvað heldur hann sé á leiðin út? Ég ætla að segja... Hvað sagði hann? Ég veist að mér langar að slengja á þetta 8, sko, af því að hann er peppaður, hann er að fara í spreytannið og hann vissi af því, hann var að segja okkur það. Já, hvað segir Hann er 8 á leiðin út. Hann sagði 5 af því hann ætlaði að vera í joggingalla og... Ég ætla ekki að mála, Og hafa kósí. þú eru meira sexy en ég Þú ert að fara í frakkanum og hefur verið skeggið og allt upp á 10 Þú ferðast... Ég er að fara í íþjóttagalun Já, en ég meina, já, það er því að þú kýst að ferðast þægilega. Ég nenni ekki að setja Þú ert alltaf að skipta á gallabuxum. Þrönga gallabuxur og skyrta í flugvél Já.
Ég flýga ég aldrei út í gallabuxum held ég. Nú, hverju þá? Ertu í skyrtu og joggingbuxum? Það er bara versta lúk sem þú finnur Byrju alltaf að ég verið skyrtu Og sagði það, hann bara hlaka til, ég verið í skyrtu Skýrt og joggingbuxum, nei, guðan að bæðum ekki verið í Nei, það er erfitt að púla það sko Þú reynda að bakka það upp sko Ég er enda í þægilegum Alltaf er verið að appelsínu skiltinu með ávöxtunum Ég er svolítið svona Það var rosalegt. Á ég að taka hana með? Já, farði í henni Ég skal taka hana með Ég skal, að því að við erum alltaf inni En ég get verið í henni Já, ég ætla að taka hana með Já, Já, ég er í Sko, ef ég giska á hvað hann er á leiðinni heim Það er 1-1, nú spyr ég þig Egill, hvað er Steindi á leiðinni heim? Sko, ég ætla að hef síðan á leiðinni heim Það myndi honum að sveppa standa hlifið liða og leiði lobbinu á leiðinni heim sko, að finna þessi mynd sem ég séð There was nothing nice about that photo Okkur leið Þú hræðilega veist, það var með ykkur gul svona sportkaffi ég og kokaingliru og rosaleg svona, þú veist, tísku hérna kringu 2000 sko Þetta er uppáhaldsgleirum mín En sko, ok, hann er þannig að hann setti 7 á sig út og hann vantalega Það er 1-1 sko hann er sett þrista í fjarkásulegin heim sko, hann er líklega þristur, hann þristur legin heim Sko, ég verð eiginlega að gefa rétt fyrir þetta því að Hvað meinur? Ég sagði tvistur Nei, þú sagði þú ert komin inn hörðina Heima hjá mér Þú breyttir spurningu Ég þristur á leiðinni heim Ég Já. er tvistur komin heim Þannig Ég var að meina þá leiðin heim og Já. lobbíinu upp í bíl og út á flugur Þetta er rétt hjá þér Af því að flugvélinn tekur einn af mér Já, Af því að ég hann bjúast vildi- upp Sko, af því að En það var þá leiðin heim. Ég veit Já. það, og þetta var pínu mín mistök Þetta var, þú sagðir þú væri þristur á leiðinni heim En þú tvistur, þú ert komin heim til Ég séð ekki á labbarinn heim til Nei, sko. og spurningin er hvað ertu á leiðinni heim Þannig að þetta er rétt Daginn eftir er ég fjart Yes. Og setni vikun er ég orðin 7 Það er bara, ég þekki alveg Það er samt rosa skemmtilega hjá þér, sko. Hvenær- Og 7-3 Já, ég er eins og alvöru áhættu stokkur í þessu 7-3, hann er on tvistu þegar hann kemur inn til Já, sín og tvistur þú labbarinn heima Já, Ok, þannig að þú tvistur á þriðjudagsmótni Hvenær ertu orðin 7 aftur? ég er orðin 7 á fösti Ok Ég er rosalegt, að vinna mig upp vikuna sko, en mál er að ég hef náð ástrafs Hafið þið aldrei náð 7 Hvenær náðirðu Hafið ás? náð 0 Hvernig náður ás? Ég hef náð ás bara mánuð eftir þjóðatíð er ég ás Það er ekki hægt að vera 0 Nei. Þá er Þannig að það þú ert ekki allan að þú ert ekki að vera fyrst og gerir og kemur heim, þetta ekki að fara á hlið sko ekki þú labbarinn tvistur sko það er enginn að fara á hliðið í því sko Nú spyr ég þig, Steindi Nei, Hvað ég er að lappa bara morgun bara heima Hvað er Egill á leiðinni heim? Ef þú klikkar, þá er Egill búin að vinna Og þú verður að klikka Stenþór Klikkaði Hann gaf sér 5 á leiðin út Hann flýg Málið er það má svolítið ekki gleyma Ég því veit ég tap ekki, það er skemmtilega við Já, þetta Mestalega þetta X Sko málið er að Egill er samt búin að bóka þennan bíl heim og hann er búin að segja við okkur að hann ætli bara að fá sér 2 bjóra og deyfa fallið Rétt Það verður ekki leiðilt hjá mig leiðin heim Í koncept síðan en hann fer samt í joggingalunum vantilega heim hann flýgur ekki í fínufötum ég ætlaði að fara að gíska á hærritölu heim en það getur ekki staðist af því að hann flýgur í joggingalunum búin að vera tjútin Við skuldum auglýsingar fyrir löngu, ég það svar Já, ég ætla að segja á leiðinni heim sé Egill Einarsson fjarki Það er rétt! Já! Hann er bara svipaður á Það er leiðinni stórmestar í jættefli Eins og í síðustu viku Ég vissi að var að segja fjarki Ég heyrði að lasa Yes 2-2 Anskotið Þú ættir að vera með úrslita spurningu Já, 2-2 aðra vikunni röð ég verð með það næst Nei, mist gaman að fá X Já, X er líka bara þér Við skuldum auglýsingar fyrir löngu Þú segjum ég Stenþór Ötti, Steindi og Gils Í FM 95 Blö Alla föstudaga Það held ég kæru vinir þegar að hlusta á FN95 Blöð hér á FN957 og drengir Já. Ég er ekki viss hvaða lið við erum að fara í Ég er ekki með blaðið Ég ætla bara að leifa þér að ráða þig Þú ert annarkvort að fara í common knowledge eða augljósa staðreyndir Þá vel ég auglösa stærn Já, ok Af því að ég er bara, sko, af því að þú er búin að fresta þessi 8 vikur 9 vikur Já. Þá er ég líka búin að þurfa að vera að svara fyrir þetta, skilur Ok. Ég er búin að þurfa að vera að svara brjáluðum aðdándu þáttarins Já. Hvar þetta er, hvað er staðan á augljósum Ég er til ég þar Þú læti alltaf eins og ég sé að stoppa þetta Mér neðist þetta að vera eitthvað skrítið Já. Ég, Neil, þú eru að hætti tölvun og símanum öll og fókusa Þetta er mikið gert fyrir þig Jú, þessi keppni, þetta er nefnilega Þetta er ekki Þetta er ekki augljósar keppni Nei, ég meina þessi liður Þetta er ekki augljósar staðrendir í dag Þetta er augljósar spurningar Já, það er bara spurningar Já, bara Ok. Erum við að fara í spurningar þetta loksins eða? Já. Ég held að við myndum einhvern veginn að humma þetta á okkur Nei, við erum að fara í þetta Þetta eru bara spurningar Og er þetta alltaf á mig?
Er þetta bara mamma og pappi eða? Nei, þetta er alltaf sama bulli. Ég held að þetta Þú situr á mótónum, þess vegna þú vilt að fá út af þig sko. Nei, hvers vegna get ekki hort hann yfir á því? Það getur það teknikli Teknikli, hann er að því núna. Ég mist ekki líka Grunnarblöð fá mest á þessu Já, alveg 100%. Nei, ég er ekkert viss Ég er alls ekki viss En ekki það, ég er hættur að baka maður. Já, þetta er ekkert Ég er bara til í þetta. Já, hefur ekki bara farið í þetta Ég meina, Ég Mr. er Selfridge búin að þroska svo í þessum dagskóla. Nú var ég til í, ef Rikki sem ætlar að klippa þáttinn Já. Þið verum ekki bytti, hann þarf að setja Mr. Selfridge bettan á Já. Og hafa hátt í honum Ok, Það er Riki. rosalega mikilvægt. Og heyrið þið okkur, Já. Mr. Selfridge á núna. Það er bara herra Herru, eru þið klárið Rikki? Já. Egil er klár, Auðun, þú ert klár Ég er klár. Og þá förum við í fyrstu augljósu spurningu dagsins Og hún hljóma svona Þú voru að horfa við blöð Já, hvað er ég að horfa? Þessi er til þín líka Líka, þetta er fyrsta. Já, fyrsta spurning, já Hver er munurinn á pappaðinum Geta Brits Já, ég bjóst við þessu. og gullkeðju Pappi er ekki úr gulli, pappi er með keðjuna á sér þegar hann er að Gullamanni. fara fínt út. Já. Já, reynda bara gullamanni. Keðjun er ekki með pappa, keðjun er ekki með lappir. Nei, já, það er alveg Þetta er ekki alveg sem ég var að leita Ertu hættur að giska? Já, ég fyrst að þetta eru 5 spurningar ykkur um að sjá allan megin, en ekki eða ómiklum tíma í þetta. Hver er munurinn á pappaðinum? Já, ég náði því. Og gullkeðju? Já, já. Rétt svar Pappi þinn er með penis Þetta er til að kveiki allir. Það er sem sagt Gullkeðjan er ekki Ég hef hún ekki látt á þessu, ég sagði að hann var ekki með lappir. Gullkeðjan er ekki með kynfæri Nei, ég átti náttúrulega að hugsa út í þinn Ekkert eðlilega svona fyndið. hugsun átt. Fannst þér það? Það var að Það önnur gæti verið gerfulegast til láttu sig. Hvað það fyndið? Það var Það að er ekki með önnur penis Ekki gullkeðjan sko Herru, það var að önnur augljós spurning dagsins Já. Og hún hljóma svona Hver er munurinn á pappaðinum Mér ertu að tala um mig að þig. Já, býtu, þessi Hann er að horfa á þig, Já, sko. þetta er til þín Ef hann var að spyrja mig og horfa á þig, hann var weird En veistu hvað er samt ógæslega fyndið? Þú er alveg getað spurt eiginlega sömu spurningu því að það er ekki eins og gullkeðja Nei, að sé nei. eitthvað minna með penis þótt þessi pappa segir. Hafðu það svo eigin? Það stendur Ekki vera að stjórna hvernig það liður Sett eiginlega bliksmiður. Þetta er á Það Það er stendur bliksmiðurinn núna. Já, hann Þetta gæti er á blöðurinn, eða ekki? Býtu Ok, ég ætla að hugsa um Einar. Já, en býtu Ég ætla að hugsa bara sjálfur, koma pappa í burtu. Já. Nú er ég bara að hugsa um Einar. Já, en þú mátt ekki gleyma Ég er að svara fyrir Ertu þig. komin í blikkið? Já, Þú þetta er bliksmiðurinn. mátt ekki gleyma að blikkarinn getur komað eftir Þetta eru margar spurningar Nei, ég veit þetta verður alltaf pappa. Nei, blikkarinn er Ég er búin að þekkja það lengi. Ég held að blikkarinn sé á blaði Ég er með loka augur, ég ætla ekki að horfa á það því ég er að hugsa um Einar núna, bliksmiðurinn. Hver er Hann munurinn? lítur vel út hjá mér, Egil, bara svo vitra. Hver er munurinn á pappaðinu Já, pappa hann segir, já. og græna nammipókanum? Ok. Grænu nammipókan Græn nammibók er ekki bliksmiður. Græn nammibók er ekki börn. Pappans Egils er geymir ekki nammi. Jú, hann gæti gerst það reyndar. Viltu heyra? Já, hvað er bara með það? Græni nammipókin kann ekki margföldunatöfluna Akkurat. En ertu vissum að pappans Egils kunnan? Já, Akkur það blæði, veistu, málega er að Já. var þetta ekki á blöð? þetta var að blöð Ég náði bara að koma mér í þannig hugarafstand að það var ekki verið að tala um pappa Fyrir minn. 3 eftir? Já, Í pappi Nei, maður. tvær eftir. Fæði mig fyrir Tvær eftir. 41 ára og þurfa að hlusta á þess að þvælu. Hann er gaman að stemningsmaður, sko Hann er þetta mikill stemningsmaður. Hver er munurinn? Þú veist þetta Þetta er til þín blöð Þú veist þetta Þetta er auðvelt, sko Hver er munurinn Einu auðvelt á flamingofugli og pappaðinn? Það er svo auglust Passar ekki með gogg. Ekki það sem ég er að leita Það var rosalega með það gisko rétt, sko Pappa er ekki með, hann segir aldrei Jú, rétt. hann er- þú Hann hefur finnur bara eitthvað nýtt. Ég sverða Já, þetta var ljúgi. Nei, ég skal alltaf Það sína stendur hann ekki með gogg Pappa er ekki með fjæðrir. Ég get alltaf sínt í svöri Já, já. En það er ekki það sem ég veit Nei, hvað er þetta að leita? Pappi þinn kann að stokka spil Já, akkurat. Hann er breytsari, sko Gaman britsari Þú ert ekki að segja mér það. Hann er Hann er ekkert gamalt Ég er britsar. ekki viss um Hann að- er ennþá að spila brits. En Flamingo getur mögulega gert það, eða ekki? Nei, hann er með fjæðir Ok. Það er ekki hægt af því að hann er ekki með hendur Þú varst ekkert um það. Hann geti alveg stokka spil með kjaftinum. Þú getur stokka spil á hans með hendur. Já, Bara tekur hann spilin og rugglaðum. já, það er ekki að stokka spil og það stokkaði vel Já, ok. Það eru bara 4 spurningar Já, gott. Ég glemt að gera 50 Já, frábært. Heyrðu, Þú ert ekki haft nema 9 vikur til undirbúið.
Hver er mun, þetta er síðasta Já Þetta er á blöðunum líka Ok. Hver er Allt á blöðu þetta Nei, Já, síðast- ég breytti einni Það er þetta einu og mig Hver er munurinn Já. á penisnum á faðir þínum Þetta er steindi Þú komur að hála vísa og penisnum á úlfi? Ég hef bara aldrei séð penisinn úlfi Ég veit ekki hvað þú ert að horfa á sko. Hvað erst ekki, 37 ára steindi? Jú Akkur er þetta að koma aldrei mínum inn í þetta Já, skrítið og skrítið spyrja Hver er munurinn? Ég bara þekki það ekki, ég hef aldrei séð tippið á úlfi Það er líklega bara svipað og hundatippi Já, en hvað, ég veit ekki og yfir teipar Já, ég bara veit ekki hvað munurinn er Ha, Ég bara veit ekki hvað munurinn er Ég get ekki svona giska á neitt Já heyrðu Já, Það er að ná einnir rétt hvað er munurinn? Ég get ekki giska á neitt Ég þarf nú að sjá það Það er ekki eins og svar við þessu Ha, skrifaður ekki svar Skrifa ekki svar Nei, það vantar svar Hvernig á ég að svara þessu þá? Þú veist það ekki sjálfur Já, ég get að svara þessu Já, svara þessu þá Já, munurinn Já, er að Úlfurinn er ekki með piercing já, akkurat Þetta var Það getur byrst með piercing Nei, hvað ætlar að fara? Jú, bara fáða mig Nei, hann er ekki Það er rosa. Nei, ég er ekki með svar Nei, Ég er bara klúraði já, þetta var Já, var ekki gaman að þessu? Nei, það er bara ekki gaman þessu Þetta voru augljósa spurningar Og ég man núna akkur þetta var búið að vera 9 vikna frí Þið er að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og drengir og hlustendur, það er komið að nýjasta dagskrárlið FM 95 blöð Hver á röddina í umferðinni? Já. Þetta hefur verið, svolítið liður þinn Egill. Þú pakkast þetta saman, það er 6-0 Þessi liður hefur verið tvisvar Kannski var ég bara heppinn Kannski, en ég verð að gefa það Kemur Þú ljós. ert vel naskur í þessu Ég er kannski dull á mér núna þannig að Já, með þessu hugafæri Er 6-0? Já. Það er, ég verð að fá stig Þú er aldrei kiska á Nei, rétt ég- Þannig að ég ætlur alltaf að ná þessu Ég bara, ég verð að fá stig Helst sigur, en Já. allavega stig Ég er pínu forröðin, haldið að fólk sé að ná þessu sem er að hlusta Haldið að þau sé búin að Ég fatta held að þetta undan ykkur fólk er að taka þátt í bílnum og Já. heima á lagarnum og já, Það fá, þetta er sömu reglu, þeir fáið að giska tvisvar Já. og ef það er ekki komið þá byrja ég að gefa vísbendingar Já. og ef að annar eitthvað réttir upp hönd þá hætti ég að spila hljóðbrótið og en klára svo að leifi fólk að heyra hljóðbrótið Ok. Þá eru keppendur tilbúins Já, það hefur verið keppniskap hérna í sem Já, hlustendur tilbúins Já. Herðu, ok Maður sjá, hvað ákveður ég að byrja hérna Já, ok Byrja bara eitthvað þægilu Já, við ætlum að byrja henni þægilu Það er allir ready Við erum að hækka hérna í þessu Nei, í álfurinni, hvað ert að gera? Var ég ekki á undan? Þóra var undan Já, hann var svo skjálpaka með hendur upp Við vorum eiginlega jafnir sko Og þið voru komnir upp með hann á sama tíma Já Eða að segja jafntefli. á sama tíma Skrifiði, því að þið eru báðum myndir rétt að fáðu báðu punkt Skrifiði tölvun ykkar og sýnir mér Eru báðu búin að skrifa? Já. Ok, maður sjá, Egill, hvað skrifaði þú? Gula drasli Já, Þetta niðri þetta er rétt Hvað skrifaði þú? Má ég segja það? Já Ég skrifaði hérna Gústi Okkar besti, Gústi Rebbi, TikTok Nei, Egill er með þetta rétt og ég ætla að spila þetta núna Klára þetta Hlustaði betur núna, Steindi Það myndi drepa því að gefa stefniljósi það. Sveppi Já Byrju, hvað sagðir þú? Drullaðu þér yfir, það er Ég grænt sagði að ljós. þetta Þetta væri- býr eftir rauðu. Hvernig þekkir ekki röddin í svepp? Ég ætti þetta að vera minn maður Gústi hérna Þinn maður, hvað Gústi Refur? Getur þið svo lifið þessu? Eitthvað sem er að Já, TikTok-mestari TikTok-mestari Nei, þú spila bara fyrstu 5 sekundar Fyrstu 5 sekúndar? Það var bara eins og sveppi Nei, í álfurinni, hvað ert að gera? Það Ég- myndi drepa því að gefa Það ég stefniljósi. er bara lélegur Mjög þægilegt að koma með eitt núlega Það er grænt ljós. En Þú málið er- þekkir ekki eitt besta vinn Nei, Ég en geti málið- lokað þessu eitt Já. bara eitt, út af hann fær ekki punkt Ég vinn þetta líklega bara með einu stíði allavega sko Já, sko Ég verð að fá stig núna Veist að þetta var auðvelda Já, sko það er þú verður að fá stig Já, núna til að hafa þetta jæmt Ok, Ég ætla að þá- vera, hvar má hendin vera? Hérna, svona Málið Þið er bara að setja hann upp. Hreyfðu hann bara hratt Já. Svona skjálpak Ég held að sé En ég er ekki hissa Þú getur verið snöggur En ég er ekki hissa Hann hafði verið svona hægur Því hann var ekki pottið rásu Já, hörðu, hann tóknaði Ég tóknaði við að reyna núna að vera snöggur En varst ekki lengi að því þú varst ekki pottið rásu Þú varst að hugsa Það bara ég held að vera Gústi ég held að Reppi vera sko Já, Herru, það er 1-0 fyrir Agli og það er eiginlega 7-0 fyrir honum ef við tökum alla keppnir Allt í allt. Allt í allt Ok, eru þið tilbúinir? já Hver er þetta í umferðinni? Hey, hvað? Hendin er komin Já, Þetta er Bríett það er rétt! Yes! Hann er komin sem fyrsta stig! Hann er komin á blað!
opna keppnin í dag blað. Ég ætla að klára hérna klippuna. Já, Þetta spá, ertu alveg farin að? Fokk, Þú Steindi. brjóta hérna rúðina á bílnum mínum! Það er alveg brjálur. Þetta verður kjönda þig! Já, hefur þið fattað að við erum komin upp að háa. Nei, ég verður vesinni að það. nei, það var léttast í byrjun. Já, staðan er 1-1. Hörðu, Það hann er er kominn loksins á- komin spenna í þetta. Maður. Egil var með sveppa, Steindi var með bríeti og þá er spurningin Úrslita að setja þið núna. for the win. Já, Eru keppendur tilbúinir? já, Þá spyr ég, hver er þetta í umferðinni? Hei, þetta er vinstra græn! Herðu þig! Tjöfildin hafið það helvítis anskotast. Helvítis! Steindi. ég ætla að gíska að þetta er Eyþór Ingi. Það er ránt. Þá ok, betur þessu. Egil næstu. Þið spilið þetta aftur. Hei, þetta er vinstra græn! Herðu þig! Tjöfildin hafið það helvítis anskotast. Helvítis! Hannes leikstjóri. Það er Hannes Þór Halldórsson, leikstjóri og já, fyrrum markmaður því að hann er hættur. Þetta var rosalegt, það var spenna í dag. Shit, sko ég stressaðist. Ég er uppáði, ég mátti ekki vera að tapa. Það er alveg svo getniskap Það er ógeðslega erfitt þegar maður hefur ekki hugmynd um þetta. Já. Þú veist, af því að þú þekkir þetta blöð. Þú er búin að heyra í þessu fólki og láta senda hérna á þig. Ef maður ákveður allt í henni, svo núna þá fór ég inn í þetta eftir ég klúra Eyþóri, þá hlustaði ég aftur að ég var á annan sens. Já. Þá fór ég hugsaði bara okkur, þetta er einhver leikari. Þá útilokaði ég bara allt annað. Já. Þetta er, þú veist, Það var mistökið sem ég gerði með Rúrikudaginn. Við varum allt hugsa ykkur leikari. maður má ekki pæla, þú veist, maður þarf að fara alveg Góða þetta, inn í þið náðu öllu, þið þurftu ekki að gefa neina vísbendingar eða neitt. Og ég er núna með 3 sigraði röð, eða það? 8-1 8-1 allt í allt. Samtals, já. Myndu Og náðu ekki, bríet. myndu ég held að fórum að spyrja ykkur eftir hver er keppni, myndu ekki flokka þetta allt sem A-list celebrities? Jó, heldur þú. Sveppi, Bríet og Hannes. Þú mönd heldur lendi í vesinni og þarft að fara einhver tíman í bílið celebrity, sko. Því miður, þú er ekki endalegt frambóð nema og ringið til Hollywood, sko. Fáið Tóri og Tom Cruise og okkur veistræðlega Oscar, sko. Ég er að býða eftir fyrsta pólitíkus. Já, sko, þetta er samt, það eru margar keppnir framöndan með, bara, ég hef ekki ágjur þessu. Pólumálinn, hún er að hafa verið pólitíkus næst, sko. Annar maður er En A-list Steindi, celebrity. ég verð samt óskaði til hann ekki, þú fegst þinn fyrsta punkt. Það er mikið. Það er vel Takk gert. fyrir, takk fyrir. Þannig að þið farið Það er báðir geggjað. sáttir á kottan í Já, I'm heating up. Já, you're heating up en Egil vann þetta í þriðja sinn Takk. af 3 keppnum og til lukku. Þú hefur unnið þér inn bjór á flugvöllunum á morgun. Hann er góð í Já, þessu. fæ ég frían bjóra. Já, ég ætla að gefa þér bjór. Þú verður að velun næstu ykkur líka. Kanski. Já, verðstu með velun í þessu. Þá kannski þeim maður að gera eitthvað. Já, ég meina, ég get líka alveg splæst á því bjór á morgun ef þú tekur við sinni, sko. Þetta er að vænta það, sko. Já, þetta var hver á röddina í umferðinni. FM 95 Blö á FM 957. Þeir eru að hlusta FM 95 Blö á FM 957. Við þökkum ykkur kella fyrir það, drengirnir. Það er fullu bátur eins og já, síðustu föstudag, þó sem ekki beinir núna. Við erum í vinnuferð í New York að taka upp blökastið og ef þið eru ekki áttir áskrifendur af blökastinu þá hviti ég ykkur til að fara inn á fm95blö.is og gerast áskrifendur því að það er að koma AC þáttur sem verður veistla og svo er páskabingo framöndan þar sem að verða ennþá betri vinningar heldur voru í bingoðunum daginn. Já, við erum allavega búin að Stefnum að vera með stærsta bingo allra tíma. Já, við erum allavega fartin að ræða fyrsta vinning. Já. Og ef það dettur inn Það er rosalegt. Það verður Og það er að vera álur vinningar, sko. Já, já. Það bingo fíkillega vill vinningar, sko. Það sjálfsögðu, það er ekki Þessi er gott bingo, sko. Já, samt, við vorum með tónlist, við þurfum að rafta með tónlistarættin Já. líka. Það er skemmtilega en þú fær bingo Já. og stendur upp og segir bingo. Það er ekkert eðlilega En gaman. máli er að ég, þú veist, mér finnst Ég ætla að fara bara- aldrei unnið í bingo, sko. Nei, ég Ekki held. alltaf þegar ég fyrir bingo, ég reikna ekki með að vinna, en mér finnst það bara gaman. Já, það er bara skrítið að reikna með Þetta er bara Er aktiviti. bingo og ég sé það? Það var í veist, það var Alveg álur veistla. pottþétt. Herðu, þá var Ég ég er að fara í til í bingo félagarnir. Ég var alveg til í það. Já, ég er góður sko. Það er Setja ekki. bara slakum í bingo. Erum við að fara í, sko, málar, ég er búið með King of AC. Já, Það er ekki eftir, sko. já, það er spurning kemdi gilsarnar sérna. Ég er ekki farið að var ég ekki King of AC? Sleppa því í dag. Nei, nei, bara hjólum í það. Sko, síðast var King of Atlantic City og Stoney rekti það 4-3. Já. Minni mig, ég var í glasið. Já, ég Nú er Ég ég var með, King sko, of AC. nú er ég með King of Traveling sem ég var einu sinni á, það er 4 mánu Já, síðan. og Steindi var king of AC. Já, það ekki. Já. Þannig að nú er hérna King of Traveling. Ok. Og því að þetta er sko, þetta er AC/ almenn ferðalög Já, já. sem þetta koncept er. Traveling. Ok? Já. Kapís? Til í þetta. Og ég opnaði gömlu travel í kjarnina og þetta það er engin spurning eins. Nei, og hún var hvað fyrir 4 mánu síðan. Kannski 2-3 sem er svipar. Finnst þér líklegt og takir þið fræga kaffitrykk blöðarans á leiðin út til AC? Nei, ekki í ár. Nei, ég held ekki. Af því Af hverju að ekki?
Það var að líða 90 mínútur sem þú farið ekki alcoholic beverage. Mér finnst bara alltaf lægi að vera án Ég er alltaf að fara að tróðfylla kaffibólla af alkohól Nú er ég hreinskilinn. Ég held ég taki ekki kaffibóllatryggsið mitt af því að ég ætla að vera í stuði á staðnum að í New York og ég ætla svona aðeins Blöð er alltaf í stuði? Ég ætla að sína þroskaðan blöð í þessari ferð. Ég ætla að leggja mig fyrsta hálftíman í vélinu. Nei Hvað mennur, klukkan verður bara 6. Það er líklegt sko Vitið hvað ég hlakka mest til í þessari Það er enga líkur leggið Vitið hvað ég hlakka mest til í þessari reisiferð? Sofa. Já, hver eru líkur Ég fæ ekki að sofa heima á mér. Hver eru líkur á því að þú getur Og ég er ekki svona að grínast. Nei, þú veist að klukkan verður bara 6 dag Ég get léttilega lagt mig. Þú ert ekki að vera að sofa í hérna sekundi sem er það sko Jú. Þannig að engin kaffibólla það verður logn í vélinni. Ég ætla að fylla kaffibólla og lappinn og allir halda þessi með rjúkandi heitan bolla. Þá ert þú kannski king of traveling. Ég kannski bara að gera Þið hætta að auglýsta. Þetta verður tekið af. Þú kendir mér þetta trikk. Já, ef þú veist að segja, heldur það sé engin flugfræði að hlusta? En er samt glæpur að vera með kaffibólla og alkohól í bollanum? Nei, Mátti ekki um áfengi í þetta er fullorðin maður Já, ég kannski. Það takja með kaffibólla, það var alveg skellur sko. Nei, Hvað ertu með þessu kaffibolla? Já, ég er með smá vodka bara og kannski og appelsínudjús ef ég var alveg hreinskilinn Og kottu með hann Það er alveg, ég er einn á það, ég er ekki bara Þú ert ekki að fara að break the law. Ég er alltaf að fara innan það með ég er Við þreyttu tíminn, þá lappar frá Loxisbar inn í velina, síðan kannski flugmaður hægur og það ég mér býð eftir ég geti bekkað Það skrifast ekki að flugmannin aðstæður. Það skilur Þá þurfum við að beverage Eða leggja sig. Sem ég hlakka mikið til að gera Leggja sig í brott Nei, það er 0-0 Já. Vissu þið báðir, nei, ég setti á greitt eitt á þess að spurja, ég ætla að vera átó bara já að báða. Þið eru að fara að ferðast með nýja blöð núna. Hann er mun þroskar en gamli. Jesus. Á morgun verðum við á Bar 54 sem er bar á 54. hæð á Times Square. Já, mér langar að vera fersku þar. Já, þú verður ofurölu þar sko. Ertu hættur að ferðast í monkey class? Nei. Er það þau monkey? Já, ég bara við veist líka Ég er hættu því. Já, hvernig ætlar þú að setja Serni ekki aftur í setja með Ég okkur menn aldrei aftur lappinni vel og beð til hægri Ever again. Ert þú að fara að setja í fyrsta farið með morgun eða? Ég ætla ekki að falla hægri. Hvað ætlar ekki að setja með okkur? Hvað ætlar að Nei, ég veit vinstri. Það er nóg lappaplási á Æslandi sko, ég hef engar ágjur þessu. Ég hef engar ágjur þessu í Æslandi Það var rosa kósi aftur, ég er bara ekki farað á gangt. Sko, ég væri hrættu við þetta ef þetta væri bara eitthvað, þú veist, eitthvað ruslvél. Já, bara vél sem er bara í vesendi, sko. Það er út í monkey. Já, þú veist, þetta er ekki minn sem Það flokkast ekki sem, Æslandi er ekki monkey. Köllum þetta monkey. Þetta er orðalegt, it's an expression. Ertu búin að kaupa fyrsta farið með þið? Við erum bara að fara betri vinstri, skilur, þetta er ekki flókið. Nú, þú þarft að eiga sætið þar. Við þurfum sætið. Núna eru, þetta er eiginlega svona weird spurning, ég lesa samt. Núna eru fleiri staðir í heiminum með kasínó en raskat Bandaríkjanna, Atlantic City. Af hverju er það að fara þarna? Þetta er svona eina alvöru spurningi sem Egill vildi bara fá svarið. Ég get ekki svara, ég held að þú er nú tekið eftir því hérna inn á grúppin okkar að ég barðist fyrir að fara ekki á hanga. Já, þú varst einn að fá sem þið reyndar báði, bökkuðu upp í Vegas-spjallinu en við vorum á móti Landakös og Mensves og Húkimenn og við vorum outnumbered. Mér langar langmest að fara í bara góða gólfferð. Mér er bara alveg sama hvað ég er. Þetta er bara stemning. Þetta er náttúrulega geggjaður hópur en við skemmtum okkur hvað sem eru, þetta fer maður með en ég hefði valið eitthvað. Já, þú getur alveg verið. Ég get ekki svarað í okkur að fara. Nei, þetta er kasínó allan heim. Ég veit það. Allan heim. Ég skil þetta ekki sjálfur, þannig ég get ekki svarað þessu. En þú getur líka verið bara í saumabústað í Færeyjum og það er gaman. Út af konsepti geti verið. Þetta er spilafíkla hópur. Þú þarft ekki að fara, þú þarft ekki að vera langt. Þú veist að við getum alltaf hendi blöðkasínó. Þú veist það er kasínó í Amsterdam. Það er kasínó í Tampa. Þetta er blöðkasínó þá er hann húsið. Já, það er bara Íslandi þá. Já, ég var með það alltaf gamla dag það til að blöðkasínó fór á hausinn og húsið tapaði maður. Það er þessi skellur var það maður. Ok, það er, hvað er? Það er 0-0. Það getur ekki fikið stigand, það er bara svona beisspurning. Svona ferðum, rýfur þú alltaf veskið og sefur einn eins og baller? Nei, ég er með herbyggisfélag og hlakka mikið til. Þetta er í fyrsta skipti sem ég gera það og ég bara get ekki beðið, bara geta sofið án þess að vera pæla í hvort einhver sé sofandi í kringum eða hvort að hann sé það er óþægilegt, seinast ég var með roomie þá var það Sverrir Bergman. Er ekki dodgy að vera að ferðast með félagunum og heimta á einn í herbygg út að fara til útlanda? Það er bara að hrista sér allan til herfuna sko. Það eina sem maður gerir inn á herbyggi er allan þess að verð það hrítur og hristir sér há og há ferði og sendur. Gæti ekki bara gert það heima hjá mér það? Ég hef það það er rosalega ferð Há ferði Seinast þegar ég var með roomie, það var Sverrir Bergman
Og veist hvað hann gerði? Hann fór úr herbyggju. Hann bara vildi ekki vera með mér í herbyggju og fór bara og þetta var ég er ekki bara think about myself þarna, það er bara staðfest. Ok, en þetta er deila punktur, það ekki? Hefur þú verið alvöru high class baller og farið beint úr brekkunni í Eyjum á Benidorm? Já, við báðir. Kom bara að greinu mig. Ég veit ekki okkur að þú gátt ekki dreigið Steinda beðið það fyrir sögn. Var Steindur ekki með í þessari grein? Nei, hann var samt í brekkunni og fór beint úr beðið. Nei, hann var náttúrulega ekki tekið með. Já, en varst þú ekki... Það var bara blöð. Var það, já... Við erum báður að skemmta á þjóðati. Fórum svo að skemmta á beðið. Já, en akkur er það... Akkur kom ekki því sem er mjög... En Frikki var líka með okkur. Já, hann var líka skemmt á þjóðati. Það kom bara ég. Hann var að reyna að sína ég var bara 34 ára fyrirbyrði sem var að ferðast á þjóðati og Benidorm. 13. ágúst 2014. Já, þetta sagði ég á 34 ára. Þú varst vel pirraður sko. Nei, svo skiptir þetta engum. Nei, þú varst pirraður í kortir. Nei, þetta er svona enn eitt dæmi sem er að ofugsa hlutina þunnur á Benidorm. Já. Þegar mætir á Harras hótelið, býðu þá eftir þér í lobbyinu stikki af nýmöluðu bólífisku í Eyjum. Hvað er þetta að byrja með þetta að kjapta? Ruggla, fólk á þetta að halda og setja meina þetta. Nei, alltaf eitthvað nýpressa bólífis. Hvað er það eitthvað annað en þetta? Nýpressa bólífis. Já, ég bara... Þetta er bara já, það er spurning og ég bara einskilir. Léttasta neið. Herru, þetta er bara já, það er spurning og þetta maður vera hreinskilir. Já, þetta er bara mjög hreinskilir. Ég hef aldrei snert þetta því ég þóði ekki. Nei, þetta er nei hjá okkur báðum. Ok, en þetta er 20 stenda. Sér hvað þetta er langt. Dauðafæri og blöð. Já. Nú er Roman Abramovich smá vesinn þessi dagana. Hann er að missa Chelsea, eignir og mögulega snekkjuna sína. Hefur þú verið mökkaður á þessari snekkju? Já. Punktur á blöð. Takk. Þetta er álöfri punktur á King of Travel. Það er 2-2. Já. Okay. Þetta var rándýrpunktur. Og loka spurning. Finnst þið líklegt? Bara líklegt. Þetta er bara að segja bara já. Mér finnst þetta svona, þetta er óglega líklegt. Og þá fáið þið punkt. Semi líklegt er punktur. Finnst þið líklegt að skellir þér í Mile High Club í þessari ferð? Hella ferð. En ég gef grænt á hristinga. Hristingar eru ekki, ég gef það grænt ljósa. Ég gef grænt. Það er dauðafæri og punktana. Háferðin byrja bara að snemma. Spurningkefni gilsar aðeins sem ég heyrðist þetta vera 22 í aðtöfli. Nei, þvælan maður. Jésús. Fyrir alltaf stað FM 95 blöð hér á FM 957. En drengi, það er bara komið að lokum. Við erum búin að taka upp heilan þátt. Við vildum ekki hendi best of það eins og við komum inn á hér í byrjun þáttar. Þá erum við ekki í beinni útsendingu. Þetta er tekið upp á miðvikudags. Já, sko, við byrjum 4 og klukkan er núna að verða 6. Við byrjuðum á slæginu 4 eins og væri förstar klukkan 4. Þannig að ég veit það er, og það er náttúrulega lög og auglýsingar líka. Klukkan hlýtur að svona fara að verða 6 á þessum föstu degi. Sem fólk er að hlusta. Hvað erum þá hjá okkur? Þá erum við 4 tíma eftir, hálfum 2. Já. Við erum basically hálfaðir á leiðinu til Atlantic City. Já, þetta á að vera 2,5 tími en það menn þurfa að pissa á svona leiðinu og stoppa að borða. Þannig ég heldur sem alltaf 4 tíma á leiðinu. Já, þetta er svona 4 tíma. Og ef þið viljið sjá þess að luxury limmi farið bara grammi hjá Gilsanum. Ég var að búið tími Nei, það er búið að banna ekkert að þessu fyrir í þessari vinnuferð. Þessari kósi vinnuferð. Drengir, er allt tilbúið fyrir morgundaginn? Er búið að pakka? Nei, maður er nú ekki búin að pakka. Nei, pakka maður eitthvað fyrir þetta? Er þetta ekki bara 2 skýrtur og buxur? Ætlaði að vera bara með handfarangur það? Nei, maður tegur töskum. Já, tegur töskum. Maður fara í outletin og vesla. Já. Ég er bara með basic checka bara þessu töskum. Góða punktur, maður þarf að taka lítið í töskuna svo þessi pláss fyrir outlet. Hvað er það að vesla? Ég veit Ég ætla að vesla börnin. Já, börnin. Það er ekkert betra að þú eru þunnur og 2 cm að fara að vesla eitthvað börni en þá líður þau kannski aðeins betur með sjálfa þig. Ég fann það þarna síðast þegar ég var að núti og keypti einhverja Timberlands og einhverja buxur og eitthvað. Leði betur þá? Já, mér leði töluvert betur. Sko, ég ætla líka alveg að hreinskilja. Ef það eru komnir einhverju 2-3 í mig svona alltaf, þú veist, ég meina, maður fer alltaf í hádegisband og svona. Já. Þá getur vel verið, ég kaup mér bara, þú veist, veiðistöng eða eitthvað, sko. Þú veist, ef ég kemst í svona outlet, sko, mannst ekki, það er eitthvað. Hvað þarf að gera við veiðistöng? Þú getur rikshúsið. Já, ég veit það, þú veist, það er veiðibúðana. Já. Og ég fer bara í stundum í svona gýr, þar sem ég er bara svona, ok, ég bara komið þetta, mættur þetta, ég er að fara að vesla. Já. Það fer ég bara að finna mig eitthvað, sko. Ég geti,
þú veist eins og hérna svona bókfimmis hérna bogi. Já, herru, þú segir mér þetta bara í vélinn, þá erum við fullt á tíma. Nei, þú ætlar að leggja þig í vélinni, mástu. Já. Nei, ég ætla að lagt þig þessu sögu í vélinni. Herru, mögulega. Ég ætla, herru, lennum plís að segja mér þess að sögu fyrstu 40 mínútur og leiðinu upp. Þá stofnum við þetta. Ég keypt mér þetta áður ódýrt leðurveski. Þú veist þannig að ég notaði það heilengi. Komið að lokum hér hjá okkur. Sko, ég ætla ekki að vera sofandi alla vélina, bara að það fyrstu 40 mínútur eitthvað. Svo verður maður ekki að sofa í henni sekundu. Nei, maður er komið það mikið gíða. Ertu búin að ákveða það bara að fara með strákunum, fá þér 1 bjór að loksinspartinu, fara svo upp í vél að leggja þig. Þetta er 6 tíma flug. Ég verði alveg með ykkur hérna 5 tíma. Vélið fyrir lótt klukkan 5 Icelandic time. Já, 6 tíma flug, þetta er ekki neitt. 17 lótt. Þú hefur verið í sólarhringsferðalög. Þú hefur verið í beinu 15 klukktíma flugi áður, sko. Já, ekki sem takja barna fæður. Nei, veistu hvað er gott að gera? Ég ætla að nýta tíman. Svo getur líka tekið 2 svefntöflur og vakað. Já, hvað að vera bara svona allur funky. Já, ég meina þú veist. Ég er lítið í þessu, sko. Það er komið að lokum við þakkum fyrir hlustununa í dag. Þó þetta ekki verið beinni, þá vona ég að þetta hafi verið veisla. Ég skemmti mig konunglegin. Bullandi gýr. Þetta var mjög gott. Við verðum mættir aftur á klakan eftir helgi og það verður brakandi blöðkastáttur og næsta þriðdag. Eisi blöðkasti. Hittir ekki við mikrofónu. Þannig að ekki missa því. Annars verðum við mættir hér í beinni útsendingu næsta föstudag. Í góða helgi, kæru hlustendur, og heyrust eftir helgi. Takk fyrir að hlusta. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga.